Evet, evet, evet. Evet, 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 evet.
Já, það var síðast sem ég vissi og kom hann eitthvað að hljóðleita með að skilja Það komið tími. Gott kvöld, ég bið ykkur velkomin á fund bæjarstjórnar Vestmanna. Þessi fundur númer 1549 haldinn í Einarsstofu 11. júlí 2019 kl. 18 og fundur settur. Það 7 mál á dagskrá. Fyrsta mál, kosning í ráð, nefndir og stjórnir samkvæmt 24. grein samþykktar stjórn Vestmannaeyjabæjar og fundarskráa bæjarstjórnar. Annar liður fundargerð fræðsluráðs, fundur 319. Þriðja mál bæjar á Vestmannaeyja, fundur 3103. Það fjórði liður, framkvæmd á hafnaráð, fundur 236. Fimmta mál, umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 308. Svo almenn erindi, sjötta mál, afmælis- og goslokahátíð helgina 4. til 7. júlí síðastliðinn og 7. mál umræðan samgöngumál. Við gangum til dagskrá, fyrsta mál á dagskrá, kosning í ráð, nefndir, stjórnir samkvæmt 24. grein samþykktar stjórn Vestmannaeyjabæjar og fundarskráa bæjarstjórnar. Það liggur fyrir að Arnar Ríkhardsson verði skipaður aðalmaður í framkvæmd á hafnaráði í stað Guðmundar Ásgeirssonar. Við bæjarfulltrúa sem því samþykkir að gefa atkvæðamerki. Það 7 bæjarfulltrúa sem samþykkja það. Þá liggur fyrir breyting á kosning á formanni og varaformanni í framkvæmd á hafnaráð. Það tillaga að Kristín Hartmannsdóttir verði kosin formaður. Hvað fleiri tillögur í því? Bæjarfulltrúa sem því samþykkir, gefa atkvæðamerki. Með tillögu, já. Forseti, bæjarfulltrúi gestir. Breytingatillaga bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins svo hljóðandi. Þar sem að fyrir liggur að breyta eigi formennsku í ráði sveitarfélagsins leggja bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins til að í ljósi þess að Sjálfstæðisflokkurinn hlaut mest fylgi allra flokka í síðustu kosningum að honum verði veitt formennska í framkvæmda á hafnaráði. Slík ráðstöfun myndi tryggja aukið lýðræði, bætt samstarf og aukna valddreifingu við stjórn Vestmannaeyjabæjar. En slíkt fyrirkomulag þekkist til dæmis í störfum Alþingis þar sem stjórnarandstöðu flokkar fengu við upphaf þings formennsku í 3 nefndum. Því leggja bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins til við bæjarstjórn Vestmannaeyja að Sigursveinn Þórðarson verði formaður framkvæmda og hafnaráðs. Þá komin önnur tillaga kosning á formanni. Við tökum þá bara fyrsta sem til atkvæðagreiðslu þeir bæjarfulltrúar sem samþykki því að Kristín Hartmannsdóttir verði kosin formaður að gefa atkvæðamerki. Það 4 samþykki því og þá það sjálf kjörið með meirihluta atkvæða með að hún sé formaður. Það fyrirgefi, það 4 samþykkir og 3 á móti. Og þeir sem sammála þá að Sigursveinn Þórðarson, það væntanlega að gefa atkvæðamerki. Það 3 samþykkir því og þá á móti þá væntanlega 4, þannig að það allar að biðja orðið, Hildur Sólveig. Takk fyrir forseti, bæjarfulltrúar gestir. Bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins þykir miður að meirihlutinn felli tillögu Sjálfstæðisflokksins í viðleitni sinni að auka samstarf, auka lýðræði og auka valddreifingu og hunsi þannig stærsta stjórnmálaafli í sveitarfélaginu og þar með vilja kjósenda. Það ekki óeðlilegt í lýðræðisríki að sá stjórnmálaflokkur sem mest fylgi fær í lýðræðislegum kosningum fái formennsku í nefndum. Sjálfstæðisflokkurinn lýsir sig ávallt reiðubúinn til að axla þá ábyrgð að taka formennsku í ráði ef til hans verður leitað. Þakka Hildur Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Það liggur fyrir tillaga að kjósa varaformann í ráðið jafnframt líka. Það tillaga sem að mér hefur borist að Stefán Jónasson verði kosin varaformaður í fleiri tillögur. Svo ekki, þá þeir sem samþykkir að Stefán Jónasson verði kosin, gefa atkvæðamerki. Það 7 sem að samþykkja það. Þá göngum við til
Dagskrá lið nr. 2, það fundargerð fræðsluráðs, það liðir 1-4 sem liggja til staðfestingar þegar bæjarfulltrúar sem því samþykki gefa atkvæðamerki. Helga Kristín Kolbeins, gjörðu svo vel. Svona í framhaldi af atkvæðagreiðslunni þá vil ég leggja fram eftirfarandi bókun. Þannig að hjá fræðsluráði var mikið verið að fjalla málefni grunnskólans og bókunin svohljóðandi. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lýsa ánægju með að grunnskólinn í Vestmannaeyjum hafi sótt og fengið styrk til að takast á við verkefnið forritun færni til framtíðar. Verkefnið metnaðarfullt og kemur til með að nýtast nemendum grunnskólans til að verða færari við að taka á þeim áskorunum sem bíða þeirra. Helga, er búið að taka undir Ég þakka Helgu Kristínu Kolbeins fyrir þetta. Ég hugsa að það geti allir tekið undir þessa bókun. breytum í bæjarstjórn, það er búið. Er þið búið að taka undir þetta ef við breytum í bæjarstjórn? Það er ógeðslega gott. Sammála því. Hér eru allir bæjarfulltrúar sammála því að bæjarstjórn leggja fram þessa bókun og eru samþykkir, þannig að þökkum fyrir það. Við förum í þriðja lið. Það er fundargerð bæjarráðs Vestmannaeyja, það fundu 3103. Það voru búið að biðja umræðu fyrsta lið 4 mánaða uppgjör Vestmannaeyjabæjar liggur fyrir til umræðu og staðfestingar og Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Sú nýbreytni var tekin upp að taka inn 4 mánaða rekstraruppgjör hjá bænum, enda góður tímapunktur til þess í ljósi þess að bæjarfulltrúar allir hafðu áhyggjur af loðnubresti sem var í vetur. Og það er gott að fá upplýsingar stöðuna þó svo að þetta sé ekki nein niðurstaða, heldur vísbending að við séum á góðri leið og auðvitað þarf að fylgjast vel með stöðunni. En auðvitað er það alltaf gert, en það er líka mjög mikilvægt fyrir kjörna fulltrúa, sérstaklega í ljósi þess að við höfum rætt hérna gerð fjárhagsáætlunar og hvort það þurfa að taka upp fjárhagsáætlun og annað, þá er það mjög gott og bætir upplýsingaflæði til bæjarfulltrúa að rekstraryfirlit sé tekið á 4 mánaða fresti. Og eins og við rættum hérna síðast og gerðum í bæjarráðinu þegar þetta var til umfjöllunar, að þá rættum við það að við myndum bara halda þessu, þó svo væri ekki það að ræða að við værum með loðnubrest yfirvofandi á hverju ári. En það kemur náttúrulega bara fram að staðan er bara fín, málaflokkarnir eru bara nokkurn veginn að keyra eins og þeir ættu að vera að keyra, og tekjurnar og gjöldin, en það sem að við kannski, það sem skekkir aðeins uppgjörið er að fjármagnstekjurnar eru gríðarlega miklar strax, en það eru náttúrulega ekki línulegar og við lítum svona fram hjá því, og ef við gerum það, þá er það sem gefur besta yfirlitið stöðuna er málaflokka yfirlitið sem að fjármálastjórinn tók saman, og þá getur maður séð svona hvernig hver og einn málaflokkur er að keyra. Og ég ætla að fá að leggja fram bókun. Bæjarstjórn tekur undir bókun bæjarráðs og lýsir ánægju með stöðu bæjarsjóðs fyrstu 4 mánuði ársins, þrátt fyrir loðnubrest fyrir árinu. Tekjur eru hærri en á sama tíma í fyrra og skatttekjur í samræmi við fjárhagsáætlun. Þá eru rekstrakostnaður jafnframt samkvæmt áætlun og það er samkvæmt áætlun, punktur. Það er ábyrgðarhluti að taka upp fjárhagsáætlun, sér í lagi þegar ekki liggur fyrir forsendu fyrir slíku. Mikilvægt er að fylgjast áfram vel með og bregðast við ef aðstæður breytast í rekstri bæjarins. Þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta, Hildur Sólveig, Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Hér fjara manna uppgjör bæjarins til umræðu og það sem að ég er svolítið hissa á því hvernig meirihlutinn bregst við þessu fjara manna uppgjöri og hvernig bókað og svo er tekið hér undir bókun bæjarráðs og í raun og veru bókað nákvæmlega sami hluturinn aftur og verið að ítreka það sem var bókað. Það sem verið að bóka er að það verið að taka fram sérstaklega að það hafi verið rétt að taka ekki upp fjárhagsáætlun, fara ekki neinar hagræðingaraðgerðir út af loðnubresti og að tekjur séu hér samkvæmt áætlun og að þetta sé í raun og veru allt í fínum gír. Og ég get ekki séð annað en að það sé kannski svona 4 mánaða yfirlit gefur auðvitað einhverja svona sýn yfir stöðuna en hins vegar sannleikurinn nú sá að það sem langstæðsta breytan þegar það verður loðnubrestur tekjumissir af útsvari vegna þess að þegar að störfum fækkar og tímunum fækkar niður á höfn sem verið að vinna í kringum loðnuna þá eðlilega vera útsvarstekjur ekki jafn háar og skila sér þar alveg ekki í kassan hjá bæjarsjóði og hér verið að það hið raunverulega högg sem við fáum. Það högg ekkert komið í ljós vegna þess að það þannig að útsvarstekjur eru áætlaðar samkvæmt einhverju meðaltali í marga mánuði aftur í tíman þannig að tekjuna sem hér verið að hoppa hæsana yfir að séu svona góðar eru bara samkvæmt áætlun síðustu mánuði. Þetta ekki raun tekjur. Árið ekki gert upp fyrir en ef maður rétt í febrúar á næsta ári. Þá kemur í ljós hverjar rauntekjunar eru. Þetta bara svipað og þegar verið að mæla áætla rafmagn heima hjá þér í húsinu þínu. Svo kemur álesturinn og þá kemur í ljós að þú eytir ekki af miklu og þá farið endurgreitt frá veitunum. Þetta svona svolítið svipað til þess að útskýra út af hvað það gengur. Þannig að við svolítið furðu hvernig meirihlutinn að bóka hér og þannig að ég ætla þá að fá að leggja hér fram bókun. Það alrangt að tala að það hafi verið rétt ákvörðun að taka ekki upp fjárhagsáætlun enda hafa áhrif loðnubrests ekki komið fram enn. Það sem útsvarstekjur eru einungis áætlaðar fyrstu 4 mánuði ársins sem meðaltal mánuðina undan. Raunverulega tekjur fyrstu 4 mánuði koma því ekki ljós fyrr en árið gert upp í febrúar 2020. Þessum að líka við álagningu hitaveitu sem áætluð út frá notkun síðasta árs en síðan gerðu upp eftir að búið að lesa mælum. Það því eðlilegt að áætlaðar skatttekjur séu samkvæmt áætlun en það liggja ekki réttar tölur fyrir enn. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins ítreka því fyrir bókunum sínum að gæta aðhalds í rekstri og hagræða þegar færi gefst. Ég þakka Trausta Hjaltarsyni fyrir. Ég bið bæjarfulltrúa, áhorfendur og aðra sem að hlusta afsökunar á því að mér láðist hreinlega að lesa upp það umræðuna sem var í bæjarráði og ætla að fá að gera það hér með. Það bæjarráði Vestmannaeyja, fundur númer 3103. Það fyrsti liður 4 mánaða uppgjör Vestmannaeyjabæjar. 4 mánaða uppgjör Vestmannaeyjabæjar lagt fram fyrir bæjarráð. Ennfremur var rekstraryfirlit 30.4.2019 lagt fyrir bæjarráð þar sem niðurstaða málaflokka borin saman við fjárhagsáætlun 2019. Niðurstaða bæjarráð lýsir ánægju með stöðu bæjarsjóðs fyrir fyrstu 4 mánuði ársins, þrátt fyrir loðnubrest fyrir árinu. Tekjur eru hærri en á sama tíma í fyrra og skatttekjur í samræmi við fjárhagsáætlun. Þá rekstrakostnaður jafnframt samkvæmt áætlun. Miðað við stöðu bæjarsjóðs var það rétt ákvörðun meirihluta bæjarráðs að taka ekki upp fjárhagsáætlun. Í mars síðastliðnum það ábyrgðarhluti að taka upp fjárhagsáætlun sér í lagi þegar ekki liggja fyrir forsendur fyrir slíku. Mikilvægt að fylgjast áfram vel með og bregðast við að afstöðu breytast í rekstri bæjarins. Þetta var samþykkt með 2 atkvæðum H- og E-lista en bæjarráðsmaður D-lista satt hjá. Þá var lögð fram bókun frá D-lista á þessu fundi og þar var bókað augljóst að bæjarsjóður og rekstur hans gengur vel en áratugalöng vinna sjálfstæðismanna við að greiða niður skuldir og hagræða eins og kostur hefur meðal annars tryggt þá eftirsóknarverðu fjárhagsstöðu sem sveitarfélagið í dag
og eru öfundsverð af mörgum. Þrátt fyrir sterka stöðu bæjarsjóðs getur þó reynst auðvelt að missa tök á rekstrinum á stuttum tíma ef aðhalds ekki gætt til hins ýtrasta. Undir þetta ritar Hildur Sólveig Sigurðardóttir. En aftur bið ég afsökunar á því að hafa farið ekki strax með þetta, en skulum halda í hefðirnar, en Íris Róbeltsdóttir var búin að byrja máli, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Það stendur ekki og kom ekki fram í bókunum sem ég las áðan að það hefði verið rétt ákvörðun hjá meirihluta að taka ekki upp fjárhagsáætlun. Þannig að Trausti Hjaltason bæjarfulltrúi hefði mátt hlusta aðeins betur þegar ég var að lesa. En svo það annað. Það talað hér í bókun frá bæjarráðsmanni D-lista, bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttur, að það augljóst að bæjarsjóður og rekstur hans gengur vel. Bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason ósammála því? Og ég meina spurningu viðbót, það sem við erum að gera með þetta, og það alveg rétt hjá honum, það ekki eitthvað áætlað meðaltal eða eitthvað sem að verið að nýta, það verið að nýta meðaltal af tekjum sem koma jafnt og þétt inn og árið gert upp, stæðsti hlutin kemur og stæðsta breytan í desember og endalega niðurstöðu fáum við inn í febrúar, það rétt, enda það sem ég sagði áðan að þetta vísbending að hlutinni séu að ganga vel. Við erum samt sem áður að fá rauntekjur frá höfninni sem voru að skila sér, sem ekki útsvarstekjur og aðra tekjur. En málið það, þetta miðað við fyrstu 4 mánuðina í fyrra. Fyrstu 4 mánuðirnir í fyrra og fyrstu 4 mánuðirnir núna. Og það getur vel verið að það sé algjörlega vita vonlaust að vera með svona 4 mánuð uppgjör ef að það mat bæjarfulltrúa Trausta Hjaltason svona að þetta nýtist ekki þessar upplýsingar. Ég tel að þær nýtist, það farið ofan í málaflokkana, við erum líka, og ég fór inn á það hérna áðan, við erum að skoða líka hvernig reksturinn að ganga. Og reksturinn bara í fínum málum. Og ég bara ekki sammála bæjarfulltrúanum en að virði sjálfsögðu skoðun hans og við tökum aftur eftir 4 mánuði og þá kannski gefur þetta heldur enga mynd, þannig ég veit ekki af hverju við erum þá að taka 6 mánuð uppgjör ef það ekki að marka skatttekjurnar og þetta fyrir en bara einhverjum 14 mánuðum seinna. En auðvitað snýst þetta svolítið að sjá líka hvernig staðan á rekstrinum og til þess að upplýsa bæjarfulltrúa og ég væri bara til í það að bæjarfulltrúinn myndi vilja svara því hvort hann sé á móti því að þessu uppgjör séu gerð, þannig að væri bara gott að heyra það. Þetta Íris Róbeltsdóttir fyrir Trausti Hjaltason, hversu vel. Forseti bæjarfulltrúar, skulum svara hér bæjarstjóra þessum spurningum. Fyrst varðandi orð mín að ég hafi ekki verið að fara með rétt mál varðandi að taka upp fjárhagsáætlun, þá var ég einfaldlega bara að vísa í bókun ráðsins sem hér til umfjöllunar og kannski bara fæ að lesa hérna upp eina setningu með leyfi forseta. Þá kemur hér fram í bókun ráðsins: miðað við stöðu bæjarsjóðs var það rétt ákvörðun meirihluta bæjarráðs að taka ekki fjárhagsáætlun í massíðastlinn. Það bara það sem ég var að vísa til þegar ég var að ræða það, að það hafi verið rétt ákvörðun að taka upp fjárhagsáætlun. Það bara að vera að vitna beint í bókunina sem hér til umfjöllunar. Að sjálfsögðu það ekkert að því að taka hér reglulega stöðuna á rekstri bæjarins og bara meira en sjálfsagt og eitthvað sem bara mjög gott að gera og fara yfir stöðuna og við sjáum auðvitað þó ég hér einungis bara benda á að einn stæðsta breytan og einn stæðsta óvissan eru útsvarstekjur og þegar við erum að tala loðnubrest þá þetta breytan sem skiptir máli, það er þarna sem höggið kemur og það engan veginn hægt að sjá það núna að minnsta kosti ekki á með þessar áætlanir hver raunstaðan það kemur ekkert í ljós strax. Þetta kannski hægt að sjá það með því að kanna að spyrja spurninga hér og þar í bænum hver staðan og fá einhverja tilfinningu fyrir því en það þarf ekkert annað en að fara bara það þurfti ekkert annað en að fara bara hér niður í frystihús og niður á Höfn þegar loðnubresturinn var og finna það hvernig andrúmsloftið var þar og hvernig hversu mikil áhrif þetta hafði. Þetta var gríðarlega mikið högg
og þannig að hér er ég bara einungis að benda á þetta og að það bara hafa þetta í huga. Ég er ekki með þessu að segja að reksturinn sé einhverjum ólestri eða eitthvað slíkt, hann er bara í fínu standi, en það er eina í raun og veru sem er eitthvað óeðlilegt er þarna er að fjármagnstekjurnar eru mun betri heldur en áætlað var, og það er auðvitað bara hið besta mál og er auðvitað bara mjög gott, og vonandi er það eitthvað sem skila sér út árið, þó að það sé auðvitað ómögulegt að spá fyrir það. Þannig að bara fínt að fá þetta yfirleitt, en það má ekki misskilja það að þó ég og við séum að benda á það að þetta sé áætlað, að það sé einhver aðför að þessu yfirliti eða að vera að segja að það sé allt í kalda kóli eða eitthvað slíkt. Við erum bara einungis að benda á að þetta er áætlað og það ber að taka þessu með miklum fyrirvara þar að leiðandi. Trausta Hjaltarsyni fyrir, fleiri bæjarfulltrúar að ræða þennan lið, 4 mánaða uppgjör. Svo er ekki, þá greiðu atkvæðan þennan lið, þeir bæjarfulltrúar sem því samþykki gefa atkvæðamerki. Það eru 4 bæjarfulltrúar sem því samþykkir. Bæjarfulltrúar á móti. Svo er ekki. Þá förum við í lið númer 7. Það er erindi frá Samgöngu- og Sveitarstjórnarráðuneytinu, liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Það hljómar svona í ráðinu: Vestmannaeyjabæ barst bréf Samgöngu- og Sveitarstjórnarráðuneytisins dagsett 11. júní síðastliðinn, þar sem fjallað ósk Helgu Kristínar Kolbeins bæjarfulltrúa úrskurð ráðuneytisins hvort heimilt hafi verið að ráðast í úttekt á framkvæmdum við fiskveiðihúsið eftir að svo úttekt var samþykkt í bæjarráði með 2 atkvæðum gegn 1. Snýr umrætt mál að því að þar sem ekki lá fyrir samþykki allra bæjarfulltrúanna 3 eftir bæjarráðsfundinn hafi bæjaryfirvöldum ekki verið heimilt að ráðast í gerð úttektarinnar fyrir en bæjarstjórn hafi fjallað málið. Vildi Helga Kristín kanna hvort brotin hefði verið lög og samþykktir með þessu og að ráðuneyti tæki það fyrir til skoðunar sem frumkvæðismál á grundvelli 112. greinar sveitarstjórnarlaga. Niðurstaða í bréfi ráðuneytisins kemur fram að ekki ágreiningur að sú tillaga sem þetta mál snýr að rúmist innan fullnaðarafgreiðslu heimilda bæjarráðs. Við mat á því hvort heimilt hafi verið að hrinda umræddri ákvörðun í framkvæmd án staðfestingar bæjarstjórnar telur ráðuneytið það ekki í samræmi við orðalag sveitarstjórnarlaga og sambærilegs ákvæðis bæjarmálasamþykktar, þar sem mótatkvæði kom fram í bæjarráði. Hins vegar var ekki viðamikla ákvörðun að ræða og telur ráðuneytið ekki tilefni til sérstakra aðgerða af sinni hálfu vegna þessa. Bæjarráð vill leggja áherslu á að fara að lögum og samþykktum og tekur tillit til þeirra ábendinga sem komum fram í svari ráðuneytisins að ágalla hafi verið að ræða. Mikilvægt er að bæta það sem betur má fara. Samþykkt með 2 atkvæðum bæjarráðsmanna H og E-lista gegn atkvæði bæjarráðsmann D-lista. Þá liggur fyrir bókum frá bæjarráðsmanni D-lista í ráðinu afdráttarlaus úrskurður Samgöngu- og Sveitarstjórnarráðuneytisins liggur nú fyrir eftir frumkvæðisskoðun ráðuneytisins á stjórnsýsluháttum Vestmannaeyjabæjar vegna úttektar á framkvæmdakostnaði við fiskveiðina. Úrskurðurinn er áfellisdómur yfir stjórnsýslu Vestmannaeyjabæjar. Samkvæmt úrskurðinum var Vestmannaeyjabæ óheimilt að hrinda í framkvæmd úttekt á framkvæmdakostnaði við fiskveiðina áður en fundargerð bæjarráðs var staðfest í bæjarstjórn þar sem mótatkvæði gegn úttektinni kom fram í bæjarráði og gerðist bæjaryfirvöld þar með brotleg við 35. grein sveitarstjórnarlaga og 30. grein bæjarmálasamþykkta Vestmannaeyjabæjar. Tregða bæjarfulltrúa H og E-lista við að viðurkenna misgjörðir sína í umræddu máli var til þess að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sendu kvörtun til ráðuneytisins sem að endingu sendi bæjarstjóra Vestmannaeyjabæjar fyrrnefndan úrskurð og vöndum þar sem því er sérstaklega beint til Vestmannaeyjabæjar að fylgja framvegis sveitarstjórnarlögum. Ánægjulegt er að heyra eftir sjá og auðmýkt í bókum meirihluta bæjarráðs en reynsluleysi bæjarfulltrúa getur á engan hátt verið afsökun fyrir valdníðslu eða því að löglegir stjórnsýsluhættir séu vanvirtir. Framganga meirihlutans var til þess að ekkert varð að eðlilegri lýðræðislegri umfjöllun um máli í bæjarstjórn, en bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hugðust leggja frá breytingatillögu vegna málsins. Það reyndist ekki mögulegt þar sem máli var þá komið í farveg án lagalegra heimilda.
Undir þetta ritar Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Og þá það bókun sem var lögð fram í ráðinu líka frá bæjarráðsmönnum H og E-lista. Það er erfitt að sjá að fulltrúi Sjálfstæðisflokksins hafi uppskorið árangur erfiðisins með umræddi ósk að samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti meðhöndli afgreiðslu bæjaryfirvalda sem lögbrot. Þvert á móti telur ráðuneyti enga ástæðu til að hlutast frekar til ágallan, enda viðalítið mál að ræða sem samþykkt var hálfum mánuði síðar í bæjarstjórn. Vakin athygli á tvennu. 1. Ákvörðun framkvæmd úttektar á fiskiðjunni hefði sjálfur sér ekki þurft að bera undir bæjarráð. Kostnaður vegna úttektina var 400.000 krónur og rúmast vel innan heimilda framkvæmdastjóra sveitarfélags að aðkeypta sérfræðaðstoð. Hafa slík kaup á utanaðkomandi sérfræðaþjónustu tíðkast í gegnum tíðina án sérstakrar ákvörðunar bæjarráðs þar 2. Vakin athygli á því að einungis hálfum mánuði eftir að bæjarráðsfundinn staðfesti bæjarstjórn ákvörðun bæjarráðs að fela KPMG að framkvæma úttektina. Máli snýr því hvort formgallar hafi verið á meðferð þess. Það er sérstakt til þess að hugsa að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins skuli vera svo umhugað sveitarstjórnarlög, bæjarmálasamþykktir og álit samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins á máli sem varðar svo litla fjárhæð og snýra aðkeyptri þjónustu svo stuttu eftir að sami flokkur hafi haft að engu lög frá Alþingi og alvarlegar athugasemdir samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins álagningu fasteignaskatts í tíð þeirra. Ekki hafi eingöngu verið formgalla að ræða í því tilviki, heldur meðvituð og kerfisbundi staðið að rangri álagningu skatts og álit ráðuneytisins sem meira að segja hótaði endurálagningu virt að vettugi. Þetta rita undir Njáll Ragnarsson og Jónas Sigríður Guðmundsdóttir. Meira var það ekki í ráðinu, það var minnihluti sem óskaði eftir umræðu. Helga Kristín Kolbeins gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Afsakið forseti til áðast að lesa upp. Það ein bók og viðbót. Í ráðinu? Já. Hildur komið Slags bókana. Það bókunum sem þú leiðir. Já, fyrirgefðu Helga Kristín Kolbeins, við skulum klára þetta. Bókun frá bæjarráðsmanni D-lista. Í bókun meirihluta bæjarráðs er vísað í ákvörðun meirihluta sjálfstæðismanna ákvörðun sína að fella niður fasteignagjöld á eldri borgara sem var unnin í góðri samvinnu við þáverandi minnihluta og virðing sannarlega borin fyrir lýðræðislegri umfjöllun í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Í því dæmi sem hér ræðir var ekki fyrir neinni samvinnuflokka að ræða heldur gekk meirihluti fram í trássi við samþykktir Vestmannaeyjabæjar og sveitarstjórnarlög. Og þetta ritar undir Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þá er ég búinn að þessu og biðst afsökunar á þessu. Helga Kristín Kolbeins, gjörðu svo vel. Bréfar aftur, forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Þetta mál, við erum búin að ræða mikið, en og ég vil bara segja að mér þykir mjög vænt það að ráðuneytið skyldi hafa tekið ákvörðun að skoða málið sem frumkvæðismál og ég er líka mjög ánægð með það að þeir skili úrskurðinum svona fljótt. Ég held að þetta kæmi ekki fyrir en bara fyrir jól. En málið snýst náttúrulega bara einn hlut. Það er heimildir bæjarráðs til þess að taka eitthvað og framkvæma það. Og það kemur alveg skýrt fram í bréfi ráðuneytisins að það er ekki svo ef það kemur eitthvað atkvæði á móti í bæjarráði. Og mér langar bara að bera fram bókun. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins taka undir það sem kemur fram við afgreiðslu úrskurðar ráðuneytisins í bæjarráði 2. júlí. Að ágalla hafi verið að ræða við framkvæmd málsins og að tekið verði tillit til þeirra ábendinga sem koma fram í bréfi frá ráðuneyti. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ítreka að í úrskurði ráðuneytisins kemur fram að orðalag laganna sé skýrt og að meirihluti bæjarstjórnar hafi brotið 5. málsgrein 35. greinar sveitarstjórnarlaga og 8. málsgrein 30. greinar bæjarmálasamþykktar. Þakka Helgu Kristínu Kolbeins fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þetta mál? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel.
gestir og aðrir áheyrendur. Ég tek undir það sem kom fram hér í máli Helgu Kristínar og þakka ráðuneytinu sérstaklega fyrir þeirra snöru viðbrögð að ganga til aðgerða að skoða þetta mál ofan í kjölinn, af því að það virtist vera sem að við værum að tala fyrir ansi daufum eyrum innan þessara veggja og í rauninni með ólíkindum hversu mikla tregðu fulltrúar meirihlutans hafa sýnt við að viðurkenna að sannarlega hafi verið farið gegn lögum í þessu máli og til dæmis að þá fór formaður bæjarráðs mikið inn í fjölmiðlum þar sem að hann í grein sinni mín meintu lögbrot með leyfi forseta talar og segir orðrétt ekki vænti ég þess að minnihlutinn treysti áliti lögfræðings Sambands íslenskra sveitarfélaga ekki frekar en þeir treystu áliti lögfræðingi sveitarstjórnarráðuneytisins lögmæti reglna varðandi niðurfellingu fasteignaskatts eða áliti lögmanns bæjarins sem taldi hluthafafund á sínum tíma ekkert nema lögmætan. Eini lögskýrandinn sem sjálfstæðismenn virðast leggja traust sitt á oddviti þeirra í bæjarstjórn Vestmannaeyja sem segist nú vera íhuga næstu skref. Rétt er að benda honum á 109. grein sveitarstjórnarlaga en þar segir að ráðherra eða ráðuneyti hafi eftirlit með því að sveitarstjórnarlögum sé framfylgt. Það kæmi sér vel fyrir sjálfstæðismenn að treysta lögfræðingum ráðuneytisins að minnsta kosti ef þeir vilja halda málinu til streitu. Formaður bæjarráðs var ekki á þeim buxunum að við hefðum eitthvað til okkar máls í þessu máli. Það einnig að mér finnst með ólíkindum að sami meirihluti bendi svo á sig til afsökunar og leggja að jöfnu aðgerðir meirihluta sjálfstæðismanna á síðasta kjörtímabili sem í góðu samstarfi við Eyjalistan tók þá meðvituð ákvörðun að fella niður fasteignagjöld á eldri borgara. Og það var ekki meðvituð ákvörðun að skerða lýðræðislega umfjöllun mála eða fara fram hjá lögum og samþykktum sveitarfélagsins. Heldur var einmitt verið að virða sjálfstjórnarrétt sveitarfélagsins þar sem allir bæjarfulltrúar unnu saman að því máli. Hér hefur meirihlutinn brotið á lýðræðinu. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem ætluðu á umræddum bæjarstjórnarfundi að koma með breytingartillögu þar sem átti að taka umrætt erindi fyrir reyndist þeim ómögulegt þar sem að búið að hrinda málinu í framkvæmd áður en það var heimilt samkvæmt lögum og nú úrskurði ráðuneytisins. Að nota þessum rök fyrir málinu hversu litlar upphæðir var að ræða eða það að máli var hvort eða samþykkt 2 vikum síðar að mínu mati hjákátlegt. Bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins finnst það eðlilegt að bera virðingu fyrir lýðræðinu, lögum og samþykktum bæjarins sama hversu háar upphæðir að ráða. Reglur eru reglur. Það að kjósa meðvitað að fylgja þeim ekki ódrengilegt. Það að viðurkenna það svo ekki þegar slíkum vinnubrögðum beitt veldur því að bæjarfulltrúar þurfa að leita úrskurðar til ráðuneytisins til að fá eðlilega áheyrn í raun og veru óþolandi. Óskandi væri að bæjarfulltrúar myndu láta þetta mál sér að kenningu verða, virða í framtíðinni lýðræðið og lög og reglu og hlusta virðingu á samstarfsfélaga sín í bæjarstjórn þegar þeir telja að á lýðræðinu sé brotið. Takk fyrir. Þakka Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þetta mál? Jarl Ragnarsson, hversu vel? Forseti. Fyrir bæjarráði lá bréf samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins eins og nú hefur komið fram þar sem að ráðuneytið skilar áliti vegna kæru sem að barst ráðuneytinu frá bæjarfulltrúanum Helgu Kristínu Kolbeins. Og ég sagði það í bæjarstjórn hér í ræðu þegar þetta mál kom fram á sínum tíma að mér þætti það kemur spánstöru sjónir að fyrir það fyrsta þá þurfti nú ekki að fara með þessa ákvörðun úttektina í gegnum bæjarráð heldur hefði bæjarstjóri einfaldlega geta óskað eftir henni sjálfur þegjandi og hljóðalaust við KPMG og þá í rauninni hefði allt þetta mál nú ekki komið upp en það var ekki gert og í rauninni það hinn lýðræðislega ákvörðunartaka í þessu máli sem að koma okkur í koll og það svolítið kaldtalislegt að segja frá því að það var ákveðið að fara með þetta í gegnum bæjarráð og þaðan yrði óskað eftir þessu en ekki bara beint að bæjarstjóri óskaði beint eftir þessu sjálfur. Þannig að lýðræðislegu vinnubrögðin í þessu máli þau hafa þá komið í bakið okkur og það þó orðið staðfest hér og það nefnilega þannig að ef við hefðum gert þetta með þeim hætti sem að hefur verið gert svo sem að hinga til að fara með þetta beint í gegnum
ekkert í gegnum nein ráð eða neitt, að þá hefði þetta ekki orsakað þessa leiðinda uppákomu. En við erum nú öll að laga okkur að bættari og lýðræðislegri vinnubröðum og hluti af því ferli að miðstíga sig og við að sjálfsögðu lærum af þessu og tökum þetta á okkur þar sem við eigum í þessu máli. Úttektin kostaði 400.000 krónur og í fjárhagsáætlun sem þessi bæjarstjórn samþykkti í fyrra haust voru tæpar 8 milljónir sem voru áætlaðir í aðkeypta sérfræðiþjónustu og þannig að þessi úttekt sem hér ræðir, eða afleiðing þessarar úttektar sem hér ræðir, að hún rúmast nú vel innan þessara fjárhagsáætlunar og má ég þá benda á að sjálfstæðismenn reynda að taka ekki mark á þessari úttekt, en það nú bara eins og það Og svo vil ég benda á eitt að sjálfstæðismenn hafa nú grátið það mikið hér í bæjarstjórn að hafa ekki haft tækifæri til að segja hug sinn í málinu áður en farið var af stað, gott og vel. En það bara þessi klassíski hálfsamningur, því að einungis hálfu mánuði eftir bæjarráðsfundinn að þá staðfesti bæjarráðsstjórn ákvörðun bæjarráðs. Og hefði þá ekki verið upplagt að koma með tillögu það að gera eitthvað annað, fresta málinu eða hætta við þetta eða koma því aftur inn í bæjarráð og svo framvegis. En það var ekki gert og það heyrðist hvorki hóstinn í stuna frá minnihluta bæjarstjórnar. Engin tillaga það að við myndum hætta við þetta allt saman eða fresta því að færa þetta eða gera eitthvað. Og það var átti í það skína verið að þetta væri nú allt saman á lokametrunum þó ég veit nú ekki hvaðan í ósköpunum sú hugmynd komin. Og þess að þurfa að rökstyðja það að þá var því haldið fram hér að þetta væri nú alltaf verið að búið áður en þetta var í rauninni byrjað eða mjög skömmu eftir þetta var byrjað. Og svo spaugilegt líka að hugsa til þess að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sé nú svo umhugaður sveitarstjórnarlög þar sem þeir fóru vísvitandi og kerfisbundið á svig við lög og reglur og athugasemdir sveitarstjórnarráðuneytisins álagningu fasteignaskatts í þeirra valdatíð. Þá var ekki neina formgalla að ræða, heldur vísvitandi farið á svig við lög með rangri útflæðslu á afslætti fasteignaskatta og þessu áliti skilaði ráðuneyti líka inn til Vestmannaeyjabæjar án þess að sjálfstæðismenn sæju ástæðu til þess að taka mark á ráðuneytinu, minnst að kosti þá. Og svo get ég forseti ekki komist í gegnum þessa ræðu án þess að nefna aðeins bókun sjálfstæðismanna í fundargerð bæjarráðs sem var viðbragð í bókun okkar bæjarfulltrúa Jónu Sigríðar Guðmundsdóttur sem fjallaði meðal annars það hvernig sjálfstæðisflokkurinn fór á sínum tíma kerfisbundið og ítrekað á svig við lög. En bókun sem að bæjarfulltrúinn Hildur Sólveig Sigurðardóttir lagði fram í bæjarráði hljóðar svo með leyfi forseta. Í bókun meirihluta bæjarráðs vísað í ákvörðun meirihluta sjálfstæðismanna ákvörðun sína að fella niður fasteignagjöld á eldri borgara sem var unnin í góðri samvinnu við þáverandi minnihluta og virðing sannarlega borin fyrir lýðræðislegri umfjöllun í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Og bæjarfulltrúinn Hildur Sólveig Sigurðardóttir nefndi þetta einmitt áðan í sinni ræðu. Og það ágætt. Og hvað þýðir þetta eiginlega? Hvað þýðir þessi bókun? Þýðir þetta að lögbrot sem framkvæmt í samvinnu meirihluta og minnihluta einhvern veginn í lagi? Þýðir þetta að það sé í lagi að keyra yfir gatnamót á móti rauðu ljósi svo framanlega sem allir farþegarnir í bílnum eru samþykkir? Hvað þýðir þetta eiginlega? Unnin í samvinnu við þáverandi meirihluta, það mjög gott og það mjög falleg hugsun og ég virði það við fyrrverandi bæjarstjórn að það var mikil samvinna þar sem að kannski mætti fara meira fyrir núna. En að segja að það sé í lagi að fara að brjóta lög vísvitandi aftur og réttlæta það með því að það hefur verið gott samstarf við minnihlutann, það finnst mér mjög sérstakur málflutningur. En til þess að enda þetta þá vil ég segja að í þessu ferli öllu að þá lærir maður af því og að sjálfsögðu tökum við þetta til okkar og vöndum okkur meira við þetta í framtíðinni. Ég veit að ræðutími minn búinn en ég með bókun og ég gera þá eftir þá forseta. Má ég lesa upp bókunina. Með leyfi forseta hún hljóðar svo: Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti hefur sent svar þar sem framkoma ábendingar ágalla en jafnframt telur ráðuneyti málið svo viðarlítið að ekki sé tilefni til sérstakra aðgerða. Auk þess hafi það verið samþykkt í bæjarstjórn hálfum mánuði síðar og því staðfest að hefja umrædda úttekt. Búið að ræða bréf ráðuneytisins í bæjarráði þar sem bæjarráð kveðst vilja vanda vinnubrögð og taka tillit til ábendinga ráðuneytisins. Meirihluti bæjarstjórnar tekur undir niðurstöðu bæjarráðs og undir þetta reytum við fulltrúa meirihlutans. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir vilja fleiri bæjarfulltrúar eða þennan lið. Trausti Hjaltason gjörðu.
Forseti, bæjarfulltrúar. Já, þetta er skemmtilegt að fá að koma hér upp og fjalla þetta mál eftir þessa yfirferð bæjarfulltrúa Njáls Ragnarssonar. Vegna þess að það af nægu að taka. Það kemur hér úrskurður eða álit þar sem er alveg skýrt að það eru brotin sveitarstjórnarlög og bæjarmálasamþykkt og ráðuneyti bregst við, fer strax og kannar málið, skilar af sér svari mjög fljótt og sem að mér finnst bara að segja ýmislegt málið. Síðan bregst meirihlutinn við, ekki með því að segja já, þetta er rétt, við hlupum á okkur, hefðum átt að gera þetta öðruvísi, heldur farið beint í útúrsnúninga og verið að reyna að fjalla einhver önnur mál sem eru ekki til umræðu og eina sem einhvern veginn, ef ég skil bæjarfulltrúa Njáls Ragnarsson rétt, hefði mögulega kannski átt að gera öðruvísi að jú, það hefði frekar átt að fjalla ekki málið í bæjarráði, heldur bara ákveða þetta án þess að fjalla málið. Vegna þess að þetta væri svo lítið og ómerkilegt mál, sú ákvörðun að fara í úttekt á því hvort að fiskiframkvæmdin hafi verið eitthvað óeðlilegt þar sem var búið að vera hér í fjölmiðlum og miklar og stórar yfirlýsingar búin að vera af hálfu fulltrúa meirihlutans og þetta var nú bara það lítið mál að það átti ekkert að fjalla þetta. Og það hafi verið ákveðið að fara þá lýðræðislegu leið, lýðræðisleg vinnubrögð voru hér nefnd, fara með málið inn í bæjarráð til þess að auka hér lýðræðisleg vinnubrögð. En það gleymdist við öll þessi lýðræðisleg vinnubrögð að það var farið af stað með málið gegn sveitarstjórnarlögum og bæjarmálasamþykkt áður en að búið að samþykkja málið í bæjarstjórn. Og það kom fram á þeim bæjarstjórnarfundi og var hér rætt í pontu af bæjarfulltrúum að málið var farið af stað, úttektin var byrjuð og þess vegna var ekkert hægt að leggja neitt til neitt annað vegna þess að úttektin var nánast búin þegar var verið að ræða þetta mál. Og það var hér, þess vegna var ákveðið að fara í að leita til ráðuneytisins með að fá úr þessu skoruðu vegna þess að fulltrúar meirihlutans þráist við og sögðu að þetta væri bara rétt þessi leið. En það alveg skýrt að þegar það ekki einróma samþykkt í bæjarráði að þá þarf staðfestingu bæjarstjórnar. Það snýst þetta mál og ég skil ekki alveg af hverju verið af hverju fulltrúar meirihlutans geta ekki bara sagt jú, þetta voru mistök. Við fórum ekki eftir lögum í þessu máli. Í staðinu komum með bókanir sem eru bara með útúrsnúninga. Síðan hér talað að vísaði eitthvað mál þar sem verið að tala að við höfum verið þátttakendur í einhverju lögbroti, í einhverju öðru máli og það mjög merkilegt að bæjarfulltrúi Njáll Ragnarsson skuli vera búinn að setja sjálfa sig í dómarasætið og ákveða að það hafi verið lögbrot. Það liggur ekki fyrir neitt dómur slíkt og hefur verið deilt það hér ofta mörgusunnum hér upp í pontu að bæjarfulltrúum það mál og það mál auðvitað ekki til umfjöllunar hér en mér finnst bara merkilegt að menn séu tilbúin að setja sig í dómarasætið í því máli. Þannig að það hér af mörgu að taka. Þetta þú Emilí. Ég þakka Trausta Hjaltasyni fyrir Helga Kristi Kolbens. Ég tek undir með Trausta, ég skil ekki alveg málflutningin. Málið snerist bara fullnaðarheimild bæjarráðs, ekkert annað. Og það kemur fram í greina á bæjarráðsfundi núna síðast að bæjarráð harmar þetta og ætlar að laga vinnubrögðin en svo kemur alltaf já en. Það ekkert já en, bara á að laga þetta og ég skil ekki alveg af hverju þarf að lengja málflutningin með einhverju öðru. Þakka
þakka Helgu Kristínu Kolbeins fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls í þessu leið? Svo ekki. Trausti Hjaltason, svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, kannski bara einbra á einu og eitt í lokin, að ég skal alveg vera fyrstu manna til þess að viðurkenna það að þegar að vera að fjalla lög að þá oft hægt að túlka þau í ýmsa vegu og við höfum svo sem deilt hér margs konar lög. En mér finnst þetta mál eins og svo mörg önnur sem að við höfum verið hér að karpa þetta snýst ekkert alltaf kannski það sem stendur í lögunum. Þetta snýst bara svona almenna kurteisi og virðingu fyrir bæði hefðum og venjum og þeim vinnubröðum sem hafa verið stunduð að það sé farið eftir því og að samtalið eigi sér stað, það sé virt þeir ferlar sem eru í kerfinu, það sé ekki verið að vaða áfram án þess að sé bara að ræða hlutina að fullu eða fjalla þau á réttum stöðum og það þess vegna sem verið að benda á þessa hluti varðandi lög og annað. Oft eru lögin sem að eru alveg skýr í þessu, stundum eru lögin ekki alveg skýr, en þá, mér finnst líka að við þurfum þá líka að velta aðeins fyrir okkur hvað kannski bara almenn virðing eða kurteisi. Þetta líka stundum bara svona svolítið spurning það sem að kallast hér í daglegu máli common sense. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir. Fleiri bæjarfulltrúar sem vildu taka til máls undir þessum lið. Njáll Ragnarsson, gjör svo vel. Forseti, ég verð nú aðeins að fá að bregðast við þessu. Sko, ég veit ekki hvort að Sjálfstæðismenn hlustuðu á ræðuna minn áðan, en það kom, held ég, mjög skýrt fram og ég skal þá bara endurtaka það sem ég sagði hérna áðan. Það sem að, ef það verið að krefja mig afsökunarbeiðni og ég hef ekki talað nógu skýrt í þeim efnum, að þá sagði ég það áðan og segi það þá bara aftur að það er mér bæði ljúft og skylt að biðjast á afsökunar á því ef að söfnun upplýsinga var hafin áður en bæjarstjórn fjallaði málið. Þetta var alveg skýrt í mínu máli hélt ég áðan, þó þetta hefði nú ekki verið orðað kannski alveg svona. En vissulega það þannig að áliti sveitarstjórnarráðuneytisins að þá það ekki talin nein fyrirmyndarstjórnsýsla að halda í þessa vegferð áður en bæjarráð hafði staðfest fundargerð bæjarráðs. Bæjarstjórn hafði staðfest fundargerð bæjarráðs. Og ég tek þá bara á mig þá ábyrgð sem að ég ber í þessu máli. Og eins og ég sagði í ræðunni minni áðan að þá þetta allt saman lærdómsferli og við að sjálfsögðu lærum af þessu ef að það sé alveg skýrt, svo það sé alveg skýrt. Ég ganni skoðaði fundargerðina út af því að Helga Kristín Kolbeins, bæjarfulltrúi Helga Kristín Kolbeins talaði hér en og allt það. Það eru 2 en í bókun sjálfstæðismanna í bæjarráði, það engin en í bókun H&E-lista og aldrei í niðurstöðinni. Þetta nú kannski meira upp á grín sagt. Síðan talað virðingu og kurteisi. Ég veit ekki betur en að bæjarstjórinn hafi verið kallaður innræðisherra, meðal annars í bókunum. Það búið að láta alls konar hluti flakka í alls konar málum. Það að ræða þetta ekki eða að bíða ekki eftir staðfestingu bæjarstjórnar á þessu máli, það kannski ókurteisi og ég harma það þá. Ég held nú að þessi kurteisi og virðing sé nú eitthvað sem við þurfum nú öll svolítið að skoða og ég talaði svo sem það á síðasta fundi hérna í bæjarstjórn. Ég setti mig ekki í neitt dómarasæti þegar ég segi að fyrir meirihluti og fyrir bæjarstjórn hafi í rauninni brotið hér lög. Það var ráðuneyti sem skilaði áliti, sama ráðuneyti og skilaði þessu áliti. Það var komið bréf frá ráðuneytinu og ef fólk veit ekki hlusta á það, þá verður það að eiga það við sína samvisku. En það allavega ekki mitt að dæmi það, heldur var þetta bréf sem hafði komið frá ráðuneytinu og var tekið meðal annars inn í bæjarráð fyrir síðustu fjárhagsáætlunargerð. Þannig að ég engin dómari í þessu. Og aftur, þá vil ég segja að það misskilningur ef að bæjarfulltrúinn Trausti Hjaltason heldur því hér fram að það hefði ekki verið hægt að bera upp neina tillögur á þessum bæjarstjórnarfundi þegar þessi ákvörðun var rædd. Það bara algjör misskilningur. Máli var bara það var hafin vinna við það að safna gögnum á bæjarskrifstofunum. Það var það sem var búið að gera og ef að það hefði komið fram tillaga sem hefði verið samþykkt í bæjarstjórn það að hætta við þetta saman og hún hefði verið samþykkt hér, þá að sjálfsögðu hefði það verið gert.
Þannig að ég bara frábið mér málflutningi slíkt að það sé ekki að það þýði ekki að flytja hér tillögur. Við erum hér til þess einmitt að flytja tillögur. Og ef að það hefði verið einhver vilji til þessu sjálfstæðismönnum að hætta við þetta mál, að þá hefði það verið hægur leikur að hætta við þetta mál. En það var engin tillaga borin upp. Það voru bara fúkyrðin og háaðinn í kringu þetta mál, allt saman frá upphaf til enda sem einkenndu þennan fund án þess að nokkur væri borið hér upp. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þetta? Helga Kristín Kolbens. Gjörðu svo vel. Nei, ég bara svara. Já. Ég verði að fá takk, forseti. Ég bara ætla aðeins að fá að svara þessu. Í sambandi við bæjarstjórnarfundinn sem var þarna fyrir árinu, að þá í janúar, að þá hefur komið fram í máli Njáls að þetta var bara rétt að byrja. Það er bara ekkert alveg rétt. Ég fékk bréf tölvupóst frá bæjarstjóra sem að hún segir mér að það sé ekki hægt að setja niðurstöðu úttektarinnar á dagskrá fundinum. Það er það sem að úttektinni sé ekki lokið. KPMN er enn að vinna hana. Þeir eru í beinu sambandi við framkvæmdastjóra, fjármálastjóra og aðalbókara og fá gögn hjá þeim sem varða áætlunni ferli og kostnaðartölur. Þannig að þetta var, ég tók því þannig að þetta væri komið lengra og þannig ég hefði kannski þurft að ræða betur við Írisi það, en ég tók því vissulega þannig að þetta væri á loka metrónum. Þakka Helga Kristínu Kolbens fyrir þetta. Ég biðst afsökunar á því, bókhaldið hjá mig var bara hreinlega rangt, en það var svo sem luft og skylt að leyfa Helgu Kristínu Kolbens að koma hér. Ég bið samt bæjarfulltrúa að nýta þessi 2 skipti sem þeir koma þó að sé hægt að veita andsvar. Þá þarf það að vera svolítið klippt á skorið. Þannig ég bið alla bæjarfulltrúa að taka tillit til þess að ég hafi yfirsést þetta, en Íris Óbelsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Eins og er búið að koma fram í máli flestra þá erum við búin að vera lengi með þetta mál í gangi og búið að ræða það fram og tilbaka og auðvitað eigum að gefa okkur tíma að ræða það þegar við erum að tala um það hvort við séum að gera rétt eða rangt í stjórnsýslunni og þetta erindi og bæjarfulltrúar að fullan rétt á að senda í ráðuneyti. Ég ætla ekki efnislega að tala um þetta mál, það er búið að ræða þvílíkt um það. En það sem mig langar að segja og mig langar að taka undir ákveðin ég ætla að byrja á því að svara Helgu Kristín. Hún las hér upp tölvupóst frá mér hér í ræðustól og ég vildi bara óska þess að bæjarfulltrúin Helga Kristín Kolbens hefði hringt í mig vegna þess að það var bara gagnaöflun í gangi. Ég kannaði það og það var það sem ég var að segja. Þannig að það hefði verið bara mjög gott að samtalið hefði komið ef að þetta var þinn skilningur. Þess vegna er stundum gott að taka samtalið, ekki endilega að skrifa tölvupósta. En ég læri þá bara því og sleppi ég að skrifa tölvupósta og hringi þá í fólk þegar ég fá fyrirspurnir. Annað. Mér langar að taka undir, þó það sé nú ekki vinsælt hér, að meirihluti taki undir hjá minnihluta eða minnihluti taki undir hjá meirihluta. Það er mjög sjaldgæft að það sé sagt hér upp í þessum ræðustól. En mér langar að taka undir það sem bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason kom hérna inn á áðan að við eigum að gæta okkar í orðavali og sína gagnkvæma virðingu. Sú sem stendur hér hefur orðið hvað mest fyrir bókunum og öðru frá meirihlutanum. Valdníðsla, ólýðræðisleg og ýmislegt eru bókanir og orð sem að vera viðhöfð framkvæmdastjóra sveitarfélagsins vegna þess að ég er ekki bara bæjarfulltrúi, ég er framkvæmdastjóri sveitarfélagsins. Og ég held að við gætum öll tekið okkur á í orðum og gjörðum og reynt að vinna svolítið betur saman að því ég held að það sé bæjarbúum og okkur til heilla og ég er algjörlega tilbúin að taka það á mig að ég geti gert betur og ég held að enginn hérna inni
sé algjörlega fullkomin í sínum hlutum. Þannig ég held við höfum bara öll ofboðslega gott að því að líta svolítið inn á við og vanda orðavalið. Og þess vegna ætla ég að taka algjörlega undir það hjá Trausta og ég ætla líka að taka undir það að ekki einn einasti aðili sem nokkuð tíman hefur setið í sveitarstjórn, hvort sem það í minnihluta eða meirihluta, gerir það í gegnum heilu og hálfu kjörtímabilin án þess að gera mistök. Og það sem ég get gert, ef maður gerir mistök og maður gerir mistök, að við lærum að því og gerum betur. Og ég ætla mér að gera það. Og ég held við ættum öll að hugsa það á þessum degi að vanda okkur. Þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Sannarlega tek undir það sem hún kom inn á. Við höfum öll bætt okkur í þessu. Ég held að þetta sé að verða nokkuð tæmt mælda dagskráin undir þessum lið. Við berum hann þá undir atkvæði þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykktir þessum 7. lið gefið atkvæðamerki. Það eru 4 bæjarfulltrúar sem eru samþykkir, bæjarfulltrúar á móti og 3 bæjarfulltrúar á móti. Þessi liður samþykktur. Liðir 2-6 og 8 liggja fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefið atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar sem samþykkja það. Það samþykkt. Þá fyrir við 4. lið. Það er framkvæmd og hafnaráð. Vestmannaeyja, það er fundur númer 236. Það er liður 1 sem liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Þetta var rætt í ráðinu. Umræðum skipurit Vestmannaeyjahafnar og hvort ástæða sé til að breyta því í ljósi breytinga á starfsemi hafnarinnar. Niðurstaða: ráðið samþykkir að skipa starfshóp sem ætlað að meta kosti þess og galla að ráðið sé í stöðu hafnarstjóra. Samþykkt að í hópnum verði Kristín Hartmannsdóttir, Stefán og Jónasson, Sigursveinn Þórðarsson. Stefnt að því að hópurinn skili áliti í september. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, skipurit Vestmannaeyjahafnar var til umfjöllunar þessara fundar og ég vil í ljósi þess að verið að velta upp þeim hugmyndum að setja aftur á stöðu hafnarstjóra sem að var lögð hér niður fyrir 8-9 árum síðan, rekur minni rétt, til og þá langar mig svona bara forvitnast svolítið hjá meirihlutanum hvaða ástæður liggja baki því að það sé verið að fara í þessar hugmyndir. Hafa komið einhverjar kvartanir varðandi höfnina frá þjónustuþegum? Eru þær opinberar og ef svo þá myndi undirrituð óska eftir þeim? Hafa komið þá upp einhverjar aðstæður eða er út frá hverju gengur hugmyndin? Nú hefur hugmyndin verið opinberuð í málgagni Heimæjalistans og það sem formaður ræddi þessi áform þeirra eða áhuga þeirra að fara í þessa vegferð. Þannig að ég kannski legg það til að legg þær spurningar fram að hvað liggur að baki þessum hugmyndum. Og á sama tíma og víðs vegar landið er verið að leggja einmitt þessa stöðu niður, svo ég taki bara nýlegt dæmi eins og Fjarðabyggð. Já, þannig að ég hefði bara svona aðeins vilja fá betri upplýsingar það hverjir eru ósáttir við fyrirkomulagið og já, fengi að fá aðeins meiri upplýsingar varðandi þessar áætlanir. Takk. Þakka Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir þetta. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir.
byrja á því að svara því sem kom fram hér í máli Hildi Sólveigar Sigurðardóttur bæjarfulltrúa það að þetta hafi fyrst verið opinberað í málgagni Heimaðalistans. Formaður framkvæmda og hafnaráðs ræddi þetta óformlega á fundi áður en þetta kom þar fram og menn hafa verið að ræða þar kosti og galla og umræður voru á þessum fundi en það var ráðið sammála því að skoða þessa leið en það í þessu felst ekki það að það sé ætlunin að setja inn aftur hafnarstjóra. Til upplýsingar þá var þessi staða, hún var tekin út og henni breytt 2010, hún var sett á framkvæmdastjóra umhverfis og framkvæmdasviðs. Það var talsvert önnur staða þá í sveitafélaginu varðandi framkvæmdir og umfang hafnarinnar. Til dæmis á þeim tíma voru að koma 17 skemmtiferðaskip, þau eru komin yfir 80 núna. Það er mikilvægt að fara í gegnum kosti þess og galla af að starfandi hafnarstjóra. Höfnin er að velta tæplega 500 milljónum og álagið á framkvæmdastjóra sviðsins hefur verið mikið og það sem höfnin er áætluð sirka 10% af hans starfshlutfalli þá hefur það bara, menn bara halda öllum boltum á lofti sem þeir geta en þessi verk sem eru þarna standa út á borðinu og hluti af því sem að ég veit að var rætt í ráðinu að þau verkefni sem ætti að vera þar í forgrunni eru til dæmis framtíðarsýn hafnarinnar, hún er ekki til. Það viðhaldsáætlun hafnarinnar, hún er ekki til. Það verið að vinna henni núna. Við erum að fara fram á það og það búið að fá aðila sem starfa á höfninni í það. Það ný mengunarvarnaráætlun og það eftirlit með framkvæmdum. Eftirlit með framkvæmdum hafnarinnar og það hvað við ætlum að gera og hvernig bara talsvert mikil vinna og við erum að fara í miklar framkvæmdir núna sem eru framundan. En það ekkert víst að það sé neitt sniðugt að taka aftur upp stöðu hafnarstjóra. En það mjög eðlilegt að núna þegar komin tæp 10 ár síðan að hafnarstjórastaðan var að skoða það og það kom fram í málflutningi bæjarfulltrúa hér áðan að hafnir væri að leggja þetta niður en bæjarfélög væri að leggja þessa stöðu niður en bæjarfélög líka að setja hann á. Til dæmis eru þeir að setja stöðu hafnarstjóra aftur á Húsavík. Grindavík með hafnarstjóra, Grindavík veltir 200 milljónum höfnin þar. Þannig eins og ég skildi það, ég ræddi við formaður ráðsins, ráðið var algjörlega sammála að skoða þetta, kostin og gallana og inn í það kemur auðvitað kostnaðurinn við það að vera með hafnarstjóra. Hvað þýðir þetta, hvaða verkefni þetta að setja á hann? Það óþarfi? Það getur vel verið að það kom út úr þessu. En ég held að það sé ábyrgðar hluti að skoða þetta vegna þess að við til dæmis vorum núna að senda inn til Vegagerðarinnar varðandi það óskum að fá styrk. Við hefum rétt á 70% styrk fyrir skipaflutakantinum sem 300 milljón króna framkvæmt og í nokkur ár hefur ekki verið sótt hafnaframkvæmdir vegna þess að menn sóttu og héldu til streitu stórskipakantinu fyrir utan eyðið sem bara gott að blessa en á meðan höfum við borgað framkvæmdirnar okkar sjálf. Þannig að þetta til dæmis eitt af verkunum sem á að vera á hendi hafnarstjóra og viðkomandi starfsmaður sem framkvæmdastjóri með alveg gríðarlega mikið af verkefnum og talsvert hefur bæst í síðan í rauninni staðan sett inn á hann. Þannig að það getur vel verið að við myndum leysa þetta öðruvísi heldur með hafnarstjóra en það þarf allavega að taka til í þessum verkefnum og flokka þau svolítið betur. Þannig að ástæðan fyrir þetta heitu skipurit höfnin bara málið hét það. Þess vegna þetta sett þarna inn og þetta fellur þetta undir það. En þetta snýr svolítið að því að skoða þessa kosti og galla og ég bara hlakka til að sjá það. Getur vel verið að koma út úr þessu að fólki finnst það að gera þessa hluti öðruvísi og þessum hóp heldur en að fara að setja inn einhverja hafnarstjórastöðu en að minnsta kosti að það sé skoðað og ég held að það sé bara ábyrgðar hluti með það sem höfnin fjöregið okkar og ég held við getum haldið svolítið betur utan hana. Ég ætla að fá að bera fram bókun, forseti. Ég stendur nú reyndar bæjarstjórn og því bara striki ykkur út af því og breyti því þá í meirihluta. Bæjarstjórn tekur undir niðurstöðu framkvæmd og hafnaráðs skipan starfshóp til að meta kost og galla þess að tekin verði upp staða hafnarstjóra á ný. Kosti og galla þess. Ef að gallarnir eru meiri þá eru staðan að sjálfsögðu ekki tekin upp. Þakka Írisi Röfnsdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þetta mál. Helga Kristín Kolbeinsdóttir.
Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Takk fyrir greinargóð svör, Íris. Það sem ég langar að vita er að við erum að tala þarna mjög mikið aukið álag á framkvæmda hliðina hjá bænum. Þarna í þessari bókun þá er verið að tala hafnarstjóra. Væri hægt að skoða hvort það væri bara hægt að fjölga alveg eins starfsmönnum á sviðinu. Það sé ekki endilega byggt við höfnina. Þannig að hvort að framkvæmda og hafnarstjórn gæti skoða það bara í svona víðara samhengi. Hvort að við þurfum endilega eyrnamerkja þetta að auka starfsmann heiti hafnarstjóri eða hvort hann heiti eitthvað annað. Íris, að þú mútið kannski svara mér því. Takk. Þakka Helgu Kristínu Kolbeins fyrir þetta. Íris Sópardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Það sem ég kannski að ræða er að eins og ég kom inn á áðan þá er höfnin að velta tæpum 500 milljónum og er B-hlutafyrirtæki hjá Vestmannaeyjabæ. Það er rosalega mikilvægt að við reynum að halda utan þann hluta starfseminnar og það getur vel verið að það komi út úr þessu að við, eins og margir aðrir, það eru margir sem deila hafnarstjórastöðunni. Hafnarstjórastaðan er hlutfallsstaða hjá okkur núna. Það er ekki búið að leggja stöðuna niður, hún var minnkuð niður í svona cirka 10-15%. En þessi 10-15% er það að duga til að sinna höfninni. Það er svolítið það sem verið er að skoða. Svo getur vel verið að það komi út að það sé betra að setja ekki hafnarstjórastöðu þannig inn. Þá hlýtur að þurfa að skoða það hvort að þurfa að gera breytingar á sviðinu. En ráðið er á því að skoða þetta og ég bara treysti því til að meta það. Ráðið var algjörlega sammála í því að skoða þessa þætti og enda er ekki búið að taka neina ákvörðun. Mér finnst mjög eðlilegt að við skoðum reglulega og förum reglulega í gegnum skipurit. Bæði hjá Vestmannaeyjabæ eins og hjá fyrirtækjum almennt. Og skipurit hafnarinnar við vorum til dæmis að gera talsvert miklar breytingar núna sem er mjög jákvætt vegna aukinna ferðatíðinni á Herjólfi. Það þurfti að breyta út vaktafyrirkomulagi og annað á höfninni og umsvif hafnarinnar alltaf að verða meiri og meiri. Og spurningin þarf að vera einhver í fullu starfi að halda utan umsvif hafnarinnar eða ekki? Og það í rauninni það sem er verið að pæla. Og mér finnst bara mjög eðlilegt og ef að það kemur út úr því að gallarnir séu miklir, að þá þarf náttúrulega sjálfsögð að setjast yfir það og skoða hvort það að færa til verkefni á sviðinu. En þetta er fyrsta skrefið og þetta var ráðið algjörlega sammála. Þannig að ég vil bara virða það enda málið á þeirra borði. Þakka Írisu Róbersdóttur fyrir þetta. Trausti Hjaltason. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, mér finnst spurningunum hvað kallar á þessar vangavöldur að fara í svo stóra breytingar hefur ekki verið svarað, þeirri spurningu hefur ekki verið svarað og kannski rétt að staldra aðeins við og að við munum það að það kostaði mikla vinnu að hagræða hjá höfninni á sínum tíma og það er búið að skila og spara mikla fjármuni í formi launakostnaðar. Það er erfitt að snúa tilbaka þegar búið er að koma á starfi eins og þessu. Það er mun auðveldara að bæta í og taka upp nýtt starf, breyta skipuriti, bæta við störfum heldur en að fækka störfum í skipuriti og hagræða. Og þess vegna er ég ekki hlynntur því að vera að skoða þetta og vera að gæla við þetta og síðan tekið undir það eins og við komum hér fram í máli bæjarfulltrúar Helgu Kristínar og bæjarfulltrúar Hildi Sólveigar að þetta var boðað hér af formanni ráðsins í pólitísku blaði Hálistans og leiðrétta kannski það sem að bæjarstjórinn kom hér inn og að þetta hafi verið rætt í ráðinu áður en að það hafi verið boðið í blaðinu. Það kemur fram í blaðagreininni að þetta hafi ekki verið rætt í ráðinu
og þess vegna vekur bara svolítið athygli og ég velti því fyrir mér hvert verkefni þessa hóps ef að verkefnið að vinna í þá átt að koma á þessu starfi. Síðan kannski annað, þetta tengist, auðvitað hafnarmálin tengjast þarna inn á framkvæmdasviðið og mér hefur svona þótt að það sem hefur kannski gerst á þessum 10 árum frekar að álagið hefur aukist á framkvæmdasviðið og það hefur verið mjög mikið að gera hjá þeim og mikið bærinn hefur verið og að framkvæma mjög mikið og það hefur verið að bærinn hefur verið að nota sína fjármuni í bæði nýframkvæmdir og viðhald og þess vegna kannski vekur svolítið athygli að eina sem kannski breytingi sem hefur átt sér stað þarna frá því þessi meirihluti tók til starfa að það hefur verið fækkað starfsfólk á framkvæmdasviði. Þannig að og kannski bara hér, svo ég fái hér að vitna í orð bæjarstjóra að hún talaði að það væri kannski hægt að taka til í verkefnum og flokka betur og ég tek bara undir það að það kannski það sem að þyrfti að gera. Mér finnst það líka svolítið í augum uppi en það kallar eins og ekki á einhverja vinnu hjá starfshópi að skoða þann möguleika að búa til nýtt starf, nýtt gamalt starf sem var áður og búið að fara yfir og breyta og hefur nú þegar sparað mikla fjármuni og þess vegna get ég ekki tekið undir þessa bókun sem var hér lögð fram að skoða þennan möguleika. Mér hugnast það ekki að skoða þennan möguleika. Þakka Trausta Hjaltarsyni fyrir. Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, fyrir það fyrsta þá er ekki búið að ákveða það að fara í neina breytingu. Ég ætla að vera örsnöggur út af að þú hleyptir mér svo vel fram yfir tíman áðan. Ég ætla að vera mjög snöggur. Ætlaði nú ekkert að blanda mér í þessa umræðu en að öðru leyti því ég ætla að segja að það er ekki búið að ákveða að fara í neina breytingar og skipta á þessari stöðu. Það er hins vegar þannig að verkefni hafnarinnar eins og bæjarstjórinn Íris Hróbjörnsdóttir kom hérna inn á áðan að þau í rauninni í núverandi fyrirkomulagi að þá sitja þau svolítið á hakanum, fá ekki nægilegt svigrúm og þetta hefur meðal annars komið fram í spjalli við framkvæmdastjóra sviðsins. Þannig að það sem að þessi hópur bara að fara að skoða hvort að það sé þörf á því að setja upp þessa stöðu. Og það bara hópsins að meta það og þessi hópur var settur á í góðri sátt og samvinnu allra í framkvæmda hafnaráði og í þessum hópi sitja formaður ráðsins Kristín og Stefán og hann Sigur Sveinn og þau bara að fara í það að skoða þetta mál, hvort sem að verður lagt, hvort að hópurinn leggi til að verði sett á stað að hafnarstjóra aftur, það bara eitthvað sem ekki þarf bara að koma í ljós. Þannig að ég heldur síðan svolítið kannski að fara fram úr okkur í þessari umræðu. Á sviðinu náttúrulega svolítið bara það skal bara segjast, eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Trausta Hjaltarssonar, þá það mikið að vera að byggja á uppgangur hérna í samfélaginu og það virkilega ánægjulegt. En þá þetta eitt af því sem verður til þess að álagið á þessa starfsmenn sem þar eru breytist með einhverjum hætti. Og svo verð ég aðeins að minnast á þessa grein sem að hann Guðmundur Ásgeirsson, hinn mikli höfðingi og heiðursmaður Guðmundur Ásgeirsson skrifaði í málgagn Hálistans ég held að það sé nú ekkert bindandi fyrir neina bæjarstjórn eða neitt hóp eða neitt ráð á vegum bæjarstjórnar að vera að fara eftir þeim hugleiðingu sem að hann setur þar fram. En ég hafði hins vegar gaman að lesa þessa grein eftir Guðmund, hann mjög skemmtilegur maður og þetta var mjög skemmtileg grein hjá hann. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir, vilja fleiri bæjarfulltrúar, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, gestir og kannski svo ég bara minnist á það með að við séum að fara fram úr okkur. Ég held að sé bara fullkomlega eðlilegt að fólk ræði hérna þetta mál eins og það liggur fyrir hverjum og einum og
bara ágætt að fólk viðri það og fólk sé bara hreinskilið og beinskeytt með það hvaða tilfinningu það hefur fyrir umræddu máli. Bæjarfulltrúi Njáll talar að ekki sé verið að ákveða neitt, en vissulega hér verið að gæla vel við hugmyndina að setja á hafnarstjórastöðu, af því það sérstaklega tekið til í bókuninni. Það ekki verið að skoða, það ekki verið að tala að skoða með hvaða hætti hægt að gera stjórnun hafnarinnar skilvirkari. Vissulega eru eflaust eins og kom fram í máli bæjarstjóra hér fyrr í dag, það allsstaðar hægt að gera betur, við vitum það. Og ef það eitthvað sem að þessi hópur telur að þurfa að gera betur, þá allavega frá mínum bæjardyrum séð, myndi ég alltaf telja ef það einhver atriði sem þarf að skerpa á, að þá eflaust hægt að fara í það að byrja á að skerpa á verkferlum eða öðru slíku eða skerpa á starfslýsingum eða annað slíkt til þess að bæta skilvirkni ef það eitthvað sem að menn hafa áhyggjur af. En líkt og bæjarfulltrúi Trausti kom inn á, þá vantar kannski svolítið svona staðfastar allan í mín eyru rök, en væntanlega mun maður heyra það þá frá þessum hópi hvað það nákvæmlega sem að situr á hakanum. Það kom fram í máli bæjarstjóra að það búið að fjölga gríðarlega komum skemmtiferðaskipa á sama tíma og við höfum ekki haft hafnarstjóra. Ég get ekki séð annað en það hafi gengið vel. Hefur framkvæmdastjóri sjálfur kvartað undan álagi, hafa aðrir starfsmenn kvartað undan álagi. Ég vil líka taka það fram að við þessa breytingu eins og kom fram í máli bæjarstjóra, þá var ekki fellt niður umrædd staða, heldur var hún felld undir framkvæmdastjóra sviðsins, og það skal tekið fram að hann þáði ekki 1 krónu í launahækkun við þessa breytingu. Þannig að ég spyr þá líka, þegar verið að ræða þessa stöðu framkvæmdastjóra, þegar þessi staða verður breytt, hefur þá meiri hlutinn hug á að lækka við hann laun. Auknar framkvæmdir, líkt og búið að vitna í þessa blaðagreina, þá kom þess fram hjá þáverandi formanni að það væri mikið álag vegna verklegra framkvæmda. Þá hefði mér persónulega þótt eðlilegt að sett væri aukið afl og aukinn slagkraftur í starfsmenn framkvæmdasviðsins og í framkvæmda hlið ráðsins frekar en endilega höfnina. En já, þannig að þetta svona kannski þau atriði sem að ég vil leggja fram. Takk. Ég laðist, ég ætlaði að bera fram bókum. Forseti, ætlar að verða það við mig. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins bera fram eftirfarandi bókum. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gera athugasemdir við að stofnaður sé starfshópur umrætt mál þegar vilji meirihluta bæjarstjórnar með nokkrum ítarlegum útfærslum á framkvæmdinni og með einhvers konar rökstuðningi hefur nú þegar verið opinberaður í málgagni Hálistans. Umræddur starfshópur mun því eiga nokkuð erfitt að starfa á hlutlausum grundvelli. Engar formlegar kvartanir hafa borist vegna þess að ekki sitji staðar hafnarstjóri í sveitarfélaginu og því erfitt að sjá hvaða ástæður liggja að baki því að nú sitji skoðunar að endurvekja stöðugildið á sama tíma og tilhneiging hjá öðrum sveitarfélögum, til dæmis nýverið hjá Fjarðabyggðarhöfn sem næst stærsta höfn landsins, að leggja niður embættið. Takk fyrir. Þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil byrja á því að staldra aðeins við orð bæjarfulltrúar Hildur Sólveigar Sigurðardóttur þegar hún talar það að framkvæmdastjórinn sem tók við þessu 10% stöðugildi sem að þetta var breytt, var búin að vera í starfi, 100% starfi hjá bænum í 2 ár, var látin taka á sig 10% viðbót og hún bara rosa stolt af því að láta hann gera það án launa. Er það eitthvað sem maður er stoltur af, þú lætur fólk bæta á sig vinnu og neitar að borga því fyrir það? Mér finnst þetta ekkert sérstaklega eitthvað til að vera stolt af og ég veit nú ekki til þess að viðkomandi framkvæmdastjóri hafa haft eitthvað val. En það sé ekki neinn ástæða fyrir þessu. Ég fór yfir það áðan að umfang hafnarinnar alltaf að verða meira og meira
og starfsfólkið og þeir sem starfa þar hafa staðið sig alveg gríðarlega vel. Og það engin vafi það. En ég fór yfir 4 þætti. Það ekki framtíðarsýn til fyrir höfnina. Hvert ætlum við að fara, hvernig ætlum við að gera. Það ekki til viðhaldsáætlun fyrir höfnina. Það ýmislegt sem snýr beint að höfninni sem við þurfum að skoða betur. Og það að treysta ekki ráðinu og sínum fulltrúum sem þar sitja til þess að fara í gegnum þetta og koma þá með tillögu af eða á eða þetta bara í góðum málum, við getum gert þessa hluti svona, finnst mér mjög sérstakt. Og það sem eru mjög tíðrætt greinina hans Guðmundar í Hálistablaðinu, að það kom fram að það væri ekki búið að ræða þetta í ráðinu, en hann var samt áður en greinin fer búin að minnast á þetta óformlega á fundinum á undan. Og þið getið spurt ykkar fólk í ráðinu. Þannig ég var að fara með rétt mál og þið líka. Það stendur í greininni að það sé ekki búið að ræða þetta á fundi. Enda segir hann að skoða að taka upp stöðu. Það ekki búið að útlista hvernig þetta að vera. Og mér finnst svolítið sérstakt, við vorum að ræða það áðan að við ætlum að vanda okkur. Við getum alveg verið ósammála stofnun þessa starfshóps, en ekki vera að búa til einhverja samsæriskenningar úr þessum starfshópi. Þú veist, ykkar fólk tilbúið að taka þátt í þessari vinnu sem situr þarna og eigum við ekki bara að treysta þeim til að leggja eitthvað til. Það svo okkar að taka á því hvort við erum tilbúin að fara áfram með það eða við viljum fara í aðra átt. En varðandi þetta svið, það vantar klárlega og það hefur komið fram í máli tilnefnds framkvæmdastjóra sem hann náttúrulega ekki verið til umræða hér á fundinum, að það vantar betra utanumhald það sem snýr að höfninni. Og það hef ég bara fengið frá honum. Og ég veit ekki að ég bara ekki með kvartanir á höfninu á hreinu, en bæjarfulltrúi og Hildur Sólveig greinilega með eitthvað meira en ég það hvort það borist formulega kvartanir. Ég hef aldrei sagt það. Ég sagði að það var ekki farið í þessa vinnu út af einhverjum kvörtunum. Ég sagði aldrei að það hefði ekki borist. Þannig ég var mjög hissa að sjá þetta í bókun, eða heyra þetta í bókun hjá okkur hérna áðan. Þannig þú hefur þá meiri upplýsingar en ég hef. En mér finnst bara rosalega mikilvægt að við gefum þessari vinnu tækifæri. Ef að þetta ekki eitthvað sem okkur hugnast, þá náttúrulega gerum við þetta ekki. Ef það ekki þörf á því, þá gerum við það ekki. Að sjálfsögðu ekki. En mér finnst ábyrgðar hluti þegar það vantar talsvert af áætlunum fyrir höfnina, bæði þessa áætlun varðandi framtíðarsýnina og viðhaldsáætlun fyrir höfnina. Mér finnst bara ábyrgðar hluti að við tökum aðeins og skoðum hvort við getum gert eitthvað betur hjá höfninni. Og það það sem verið að gera. Ég þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Eitt sinn var kefst að klára bæjarstjórnarfundi á mettíma, en við getum verið, það má sannarlega segja að hér séu málin rædd. Í liðinum á undan voru 9 umræður og við erum komin í 8 núna og Trausti Hjaltason biður orðið, þannig að það 9. skiptið, þannig að þetta held ég vel rætt. Trausti Hjaltason, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, fínt að hafa einhvern í talningunni og gott að vera nummer 9. Það hér rétt að bregðast aðeins við orðum bæjarstjóra og rétt að taka það fram að minnsta kosti það sem að ég heyrði þegar bæjarfulltrúi Hildur Sólveig var hér upp í pontu, að hún sagði hvergi að hún hafi verið stolt af því að lækka laun starfsmannsins fyrir minni vinnu og hins vegar fannst mér að hún vera skýr að hún bæri hag bæjarins fyrir brjóstið þegar var verið að fara í þessar aðgerðir og að þær hafi skilað sínu. Og mér finnst líka að bæjarstjórinn verður að virða það að við séum á annarri skoðun hún telji, það að segja, við teljum að það sé ekki ástæða til þess að skoða það að taka aftur upp stöðu hafnarstjóra og þannig að orðalag að það sé að hún hafi verið hissa eða að það sé eitthvað óeðlilegt að við séum á annarri skoðun, það bara ber að virða það að við erum bara þeirra skoðunar að við teljum að það sé engin ástæða til þess að skoða það að taka aftur upp þessa stöðu og við hljótum að geta verið annarra skoðunar heldur en
ráðsmenn með það. Einnig höfum við ekki verið að gefa hér í skyn eða búa til einhverja samsæriskenningar með þennan hóp og nema síður sé ef að þessi hópur tekur til starfa þá að sjálfsögðu ætlustu við til þess og trúum því að hann vinni það af heilindum og engin ástæða til þess að vera að gefa það eitthvað skyn að við séum að fara að setja í gang einhverja samsæriskenningar með það, ég veit nú ekki hvaðan það kemur. En að minnsta kosti kjarni málsins sá að við bendum á að það var lagt niður þetta starf og við teljum að það sé ekki ástæða til þess að taka það upp aftur. Hins vegar bara eðlilegt á þessu sviði eins og öllum sviðum og í öllum störfum að það sé farið yfir verkferla og mál séu flokkuð, endurflokkuð upp á nýtt og ef að það meira álag í einni deild en annarri að það séu þá farið til starfsmenn eða gerðar einhverjar breytingar innan bæjarapparatsins og það í sjálfu sér bara eitthvað sem vinna sem alltaf í gangi á öllum stöðum og eðlilegt að það sé gert. Ég er ekkert rosalega hrifinn af því að það séu til einhver plögg með alls konar viðbragðsáætlunum hitt og þetta og að heita einhverjum fallegum nöfnum. Aðalmáli þetta bara hlutinni gangi rétt fyrir sig og að hlutinni gangi almennilega og að það séu starfsmenn séu að vinna þá vinnu sem þeir eru að gera og það hefur verið í lagi og það verður vonandi bara í fínu lagi áfram. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir. Það fleiri bæjarfulltrúar ræða þennan lið. Svo ekki, þá ljúkum við þetta á 9. og berum þennan lið undir atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 4 bæjarfulltrúar, þeir bæjarfulltrúar einhverju móti. Það eru 3 bæjarfulltrúar á móti. Þetta er samþykkt með 4 atkvæðum gegn 3. Það eru liðið 2-3 sem liggja til staðfestingar í þessari fundargerð. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þá snúum við okkur að lið nr. 5. Það er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs Vestmannaeyja. Það er fundur nr. 308. Það er formaður skipulagsráðs kynnti fyrir ráðinu tillögur starfshópsins. Starfshópur framtíðarskipulag tjaldsvæða á þjóðhátíð var skipaður á 208. og 9. fundi umhverfis- og skipulagsráðs. Í starfshópinn voru skipuð Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, Dóra Björk Gunnarsdóttir og Páll Skeving ásamt framkvæmdastjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs og skipulagsfulltrúa. Starfshópið var falið að koma með tillögur að framtíðar tjaldsvæði í tengslu við tjöldun og þjóðhátíð. Starfshópur hefur fundað 8 sinnum og leggur nú tillögu fram sem kemur til með að taka við af tjaldsvæði sem undanfarin ár hefur verið staðsett á byggingarlóðum í Ásgrími. Starfshópur leggur fram eftirfarandi tillögu fyrir umhverfis- og skipulagsráð. Framtíðarsvæði 2020. Golfvöllur. Viðræður framtíðarskipan mun fara í gang á milli Vestmannaeyjabæjar og Golfklúbbs Vestmannaeyja. Unnið verður í samvinnu við Golfklúbb Vestmannaeyja og aðra hagsmunaaðila. Bráðabirgðasvæði 2019. A. Áshamar. Bráðabirgðalausn fyrir árið 2019. Fyrsti valkostur. Aukna kröfur eru gerðar á rekstraraðila varðandi gæslu, hreinsun og skipulag á svæðinu. Sömu kröfur eru gerðar fyrir svæðið og gilda á almennum tjaldsvæðum varðar hávaða. Er að ræða tjaldsvæði fyrir þjóðhátíð og þurfa gestir því að vera með armband á hátíðina. B. Þórsvöllur. Bráðabirgðalausn fyrir árið 2019. Seinni valkostur. Aukna kröfur eru gerðar á rekstraraðila varðandi gæslu, hreinsun og skipulag á svæðinu. Sömu kröfur eru gerðar fyrir svæðið og gilda á almennum tjaldsvæðum varða hávaða. Er að ræða tjaldsvæði fyrir þjóðhátíð og þurfa gestir á svæðinu því að vera með armband á hátíðina. Niðurstaðan. Ráðið samþykkir að bráðabirgðalausn fyrir tjöldun á þjóðhátíð 2019 verði á Áshamarssvæði þar sem tjöldun hefur verið undanfarin ár. Mikilvægt að ríkari kröfur eru gerðar á rekstraraðila tjaldsvæða hvað varðar gæslu, hreinsun og skipulag á svæðinu eins og fram kemur í tillögum hópsins. Vestmannaeyjabær mun áfram vinna að framtíðar tjaldsvæði fyrir þjóðhátíð með hagsmunaaðilum.
Mikilvægt er að vanda vinnubrögð að framtíðarskipulagi tjaldsvæða og unnið sé í sátt við íbúa og aðra hagsmunaaðila. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Á síðasta fundi umhverfis- og skipulagsráðs lágu fyrir tillögur frá starfshópi tjaldsvæða á þjóðhátíð og samþykkti ráðið þar samhljóða. Er að ræða annars vegar framtíðarsvæði og hins vegar bráðabirgðasvæði fyrir árið í ár, 2019. Framtíðarsvæði verður að skoða með Golfklúbbi Vestmannaeyja hvaða svæði væru möguleg til framtíðar. Ég hef verið í viðræðum við formanninn og mun stjórn Golfklúbbsins halda félagsfund bráðlega og þá skýrist betur hvað verður. Svæði þarf að vera 1 hektari, verður að hugsa framtíðarsvæði fyrir tjöldun. En fyrsta árið, hvaða svæði sem verður, mun leiða í ljós hvort svæði henti til framtíðar. Hópurinn hefur skoðað og metið þau svæði sem eru möguleg vegna stærðar og nálægðar við hátíðina. Ástæðan fyrir því að verið að skoða svæði í nálægð við hátíðina söm og var í tíð fyrir meirihluta að vera ekki að dreifa gestum bæinn. Mjög gott að hafa tjöldin á einu svæði í nálægð við hátíðina og annað tjaldsvæði sem bærinn að reka. Viðræður hafa verið í gangi svæði en ekki gengið eins og hópurinn vonaðist eftir. Mikla vinnu búið að leggja í framtíðarskipulag tjaldsvæða. Þetta hefur verið erfitt í ljósi þess að mikil þörf fyrir svæðið en enginn vill hafa það hjá sér. Mikilvægt er að við vöndum vinnubrögð að framtíðarskipulagi unnið sé í sátt við íbúa og aðra hagsmunaaðila. Þar sem niðurstaða var ekki komin í þetta mál verðum við að finna bráðabirgðalausn fyrir árið í ár. Bráðabirgðasvæði 2019 sem samþykkt var á síðasta fundi umhverfis- og skipulagsráðs var Ásamarsvæðið. 2 tillögur bráðabirgðalausn voru lagðar fyrir ráðið, Ásamarsvæðið sem var mat hópsins fyrsti kostur og Þórsvöllur sem að mati hópsins var seinni kostur. Ákvörðun að fara með tjöldun í 1 ár í viðbót á Ásamarsvæðið frekar en á Þórsvöllin er að völlurinn er mikið notaður fyrir barnastarf. Mikil glernotkun er í gangi á slíkar hátíð sem erfitt er að stýra og mjög erfitt að hreinsa. Slæm reynsla er af slíkri notkun vallar, bæði á Laugardalsvellinum og á Halló og Akureyri, en þar eru dæmi börn hafi enn verið að slasa sig á glerbrotum 3-4 árum eftir að þetta var leyft. Einnig er erfitt að koma í veg fyrir að tjaldtælar verði eftir. Hópurinn skoðaði hvort til varu glerleitartæki sem kom í ljós að er ekki til og þau málmleitartæki sem til eru ná ekki tjaldtælum þar sem þeir eru flestir úr áli. Hópurinn skoðaði möguleikann á því að nota gervigras á völlin sem hægt er að næla tjaldtæla niður í, en völlurinn yrði það slæmur eftir slíkt að það myndi þurfa að skipta grasstökkjur á honum til að hann yrði nothæfur aftur og mjög erfitt væri að leggja gervigras á völlin. Byggingar eru ekki hafnar á Ásamarsvæðinu og allt er til staðar á svæðinu. Það er róttró með öllum tengingum, rafmagn og vatn. Engin kostnaður mun því verða vegna þess sem annars yrði á Þórsvellinum eða á öðrum svæðum og þá aðeins fyrir þetta eina skipti. Það er nokkuð ljóst að Ásamarsvæði er ekki skipulagt tjaldsvæði. Reiturinn hefur verið frá árinu 1973 verið hluti af byggingaráætlun Vesturbæjar þó svo að deiluskipulag hafi ekki verið samþykkt fyrir á þessu ári. Frá árinu 2010 hefur svæði verið notað sem tjaldsvæði yfir þjóðhátíðarhelgina en samningu við rekstraraðila gerður 2011. Ástæðan fyrir val á svæðinu eins og áður við komum fram, þá er það nálægð við hátíðina og annað tjaldsvæði sem bærinn rekur. Tjaldsvæði almennt í þeirri mynd sem við þekkjum er alltaf háð starfsleyfi sem gefið er út af heilbrigðiseftirliti. Í tengslum við útihátíðir eða bæjarhátíðir er hægt að sækja tímabundið tækifærisleyfi fyrir tjaldsvæði til sýslumanns. Frá því að tjaldsvæði fór í Ásamarinn hefur ekki verið sótt neitt leyfi fyrir því né rætt við nágranna. Ónægja hefur verið meðal íbúa í nágrenni við svæðið og það er það þrennt sem að íbúum finnst hafa verið ábótavant. Engin leyfi hafa verið fyrir notkuninni, samþykki íbúa hefur ekki verið fyrir hendi, né hafa þrif eftir hátíðina ekki gengið nógu hratt fyrir sig. Meirihluti vill eindregið vinna þetta í samráði við íbúana á svæðinu og gera þetta þannig að sem minnsta mögulega röskun verði fyrir þá.
Talað var við þá íbúa sem við höfðum upplýsingar að hefðu kvarta formlega og óformlega og þá íbúa sem mest mun mæða á. Þar sem strætóin stoppar beint fyrir utan og hliðið Því miður í þessari vinnu var einn útundan af þeim sem kvörtuðu en við höfum fundað með því fólki og farið yfir stöðuna. Sótt hefur verið tækifærisleyfi sem inniheldur ríkar kröfur á leyfishafa. Einnig gerir Vestmannaeyjabær formlega ríkari kröfur á rekstraraðila tjaldsvæða varðandi gæslu, hreinsun og skipulag á svæðinu. Sömu kröfur eru gerðar fyrir svæðið og gilda á almennum tjaldsvæðum varðar hávaða. Einnig munu bæjarstarfsmenn aðstoða við þrif að lokinni hátíð svo að svæðið og nágrenni verði sem snyrtilegast á sem stysta tíma. Enginn ánægður með að þurfa að fara með þetta í ásamarinn, hvorki íbúar né við. En því miður þetta þá úrræði sem við höfum í ár og allir ætti að leggjast á eitt og láta þetta ganga. Við ætlum að láta þetta ganga. Við höfum svo sannarlega vilja vera tilbúin með framtíðarskipulag og komast hjá því að tjalda á ásamasvæðinu. Með leyfi forseta vil ég fá að lesa bókun. Niðurstaða ráðsins sem samhljóma tvíþætt í fyrsta lagi bráðabirgðalausn fyrir árið 2019 og í öðru lagi framtíðarlausn á tjaldsvæðin fyrir þjóðhátíð. Fulltrúar og H-lista leggja ríka áherslu á að unnið sé í sátt við íbúa fyrst og fremst, enda búið að ákveða að fara með tjaldsvæðin annað og gerðar verði mun ríkari kröfur á rekstraraðila tjaldsvæða varðandi bráðabirgðalausn fyrir árið 2019. Vinna við framtíðartjaldsvæði fyrir þjóðhátíð mun halda áfram og unnin með hagsmunaaðilum. Mikilvægt að vanda vinnubrögð og gefa sér þann tíma sem til þarf. Þakka Jónu Sigríður Guðmundsdóttur fyrir þetta. Fleiri, já, það var Trausti Hjaltason fyrir. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Þakka bæjarfulltrúa Jónu Sigríður fyrir þessa yfirferð og það vakna hér nokkrar spurningar sem að ég vil þá kannski beina til hennar þar sem við erum svo heppin að formaður ráðsins sé hér með okkur í bæjarstjórn. Og það við fjöllum hér þetta mál líklega fyrir tæpu ári síðan eða svo þegar svipað leyti og þessi starfshópur var skipaður og maður velti fyrir sér hvers vegna málið sé ekki komið lengra og kannski það er þá kannski fyrsta spurningin og að því sem svara hvers vegna málið sé ekki komið lengra og hvort það liggi fyrir hvort þessi hópur sé búinn að mynda sér einhverja skoðun einhverja ákveðna leið sem eigi að fara umfram aðra og hvort að sú ákvörðun liggi þá fyrir innan þessa hóps og ég sá í minnisblaðinu talað þarna líkt og fulltrúi Jónas kom hér inn á þennan 1 hektara ef ég man rétt. Kannski bara svona til útskýringar verið að tala þann stað sem að bílastæðið á núna á Golfvöllum að hafa það undir tjaldsvæði og innan þessa hóps hefur eitthvað verið rætt að þess að stendur til verið að skoða þann möguleika eitthvað alvarlega að nota Þórsvöllinn annars vegar þá undir tjaldsvæði eða bílastæði, Þórsvöllin sem spilað á orkumótinu og TM-mótinu, þar sem verið að spila knattspyrnu, stendur til að nota hann eitthvað sem lausn í þessu máli. Það spurningin og síðan hér mikið talað auknar kröfur og ríkari kröfur og spurningin þá hvaða auknu og ríkari kröfur verið að gera til tjaldsvæðisins í Ásamri. Nú það bæði bókað og ég tók eftir því að bæjarfulltrúi Jónas Sigríður talaði auknar og ríkari kröfur í máli sínu. Það verður þá bara fínt kannski að vita hvað verið að tala þar. Það læt þessar spurningar duga í bili. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir. Vilja fleiri bæjarfulltrúar að taka til máls? Fleiri spurningar? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel.
forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, þetta mjög áhugavert mál og skiptir okkur öll miklu máli. Ég held að það geti allir verið sammála það að þessi mál eru í dag í mun betri farvegi en þau voru hér áður fyrr. Það var á þeim tíma þar sem var verið mikið heimatjöldun. Þetta var verulega íþyngjandi íbúum og nágrönnum einstaklinga þar sem var mikið tjöldun í görðum og hún hefur klárlega á þeim tímapunkti þegar var farið í þessi tjaldsvæði á sínum tíma var til hins betra og ónæði, svona almennt ónæði í bænum hefur klárlega minnkað. Við viljum auðvitað geta tekið vel á móti gestunum okkar og það náttúrulega hluti af þessu líka, það öryggisatriði. Einstaklingar sem að gista í heimagörðum eru ekki jafn öruggir eins og þeir eru í tjaldsvæðum sem eru undir eftirliti og eru skipulögð og þannig að ég held að þetta mál sé allt í betra farvegi. Það má kannski líka taka fram að því að það var náttúrulega 2016 fór fram íbúafundur þar sem var verið að ræða almennt tjaldsvæði og þá auðvitað bar þetta mál til dæmis á góma og samþykkt að reyna að fjarlægja eða færa tjaldsvæðin þannig að þau væru fjærbyggð þannig að sem minnst ónæði væru af tjölduninni. Svo finnst mér vildi ég aðeins spyrja út í niðurstöðu ráðsins að því að bara svo ég skilji þetta alveg 100% rétt að samkvæmt niðurstöðunni að þá í rauninni bara verið að samþykkja þessa bráðabirgða tjöldun fyrir árið í ár en hvorki verið að samþykkja lið A né B. Ég get ekki lesið út úr niðurstöðunni að það sé verið að samþykkja annarkvotn liðin, þannig að ég bara ef Ásamarsvæði stendur í niðurstöðunni? Afsakið. Ég kem bara aftur hér eftir. Takk fyrir. Ég þakka Hildur Sólveigu Sigurðardóttur fyrir. Jú, það er sannarlega rétt. Ég las áfram niðurstöðuna að ráðið samþykki bráðabirgðalaust fyrir tjöldun á þjóðhátíð 2019 verði á Ásamarsvæði þar sem tjöldun hefur verið undanfarin ár. Þetta á að vera skýrt. Ég held að það sé þó komið að því að Jóna Sigríður Guðmundsdóttir veiti held ég bara hreinlega andsvar við öllum þessum spurningum. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Varðandi tímann sem búið að fara í þetta, þá náttúrulega bara voru ótrúlega mikið að hindrunum á leiðinni. Við héldum að við værum á góðri leið með að ná niðurstöðu með svæði sem okkur hugnaðist best og hugnast best, en það gekk ekki. En svo getur mögulega verið að það komi inn aftur í frekari viðræðum við golfklúbbinn. Þetta er æfingasvæðið, þetta er vestast á golfvellinum og þetta er æfingasvæði sem þetta er akkurat 1 hektari og þetta er slétt svæði og þetta kemur niður í laut, þannig að þetta er eiginlega besti staður sem að okkur hugnast en svo bara verður að koma í ljós hvort að menn vilji ræða það frekar. Golfklúbburinn er núna tilbúinn að skoða, þeir eru reyndar búnir að vera að skoða fleiri svæði og það er meðal þar sem bílastæðin eru og þá í framhaldi af því inn á völlinn þar sem þeir eru tilbúnir að setja í þetta en þá kemur náttúrulega upp hvar eiga bílarnir að vera en IBVF hefur svo sem verið að skoða jafnvel að bílarnir færu þá á Þórsvöllinn en þetta er allt bara á umræðustigi allt saman. Varðandi kröfurnar, við sem erum búin að herða þær og ætlum að herða þær, það kom náttúrulega í ljós í fyrra að óveðri náttúrulega, þetta er búið að ganga mjög vel en svo náttúrulega búið að vera mjög heppið með veður, í fyrra gerur óveður og þá eiginlega kemur í ljós að gæslan er í rauninni ekki nægjanleg. Þannig að við bara gerum kröfum frekari gæslu
og meiri hreinsun. Í spjall okkar við íbúa hefur það komið fram að þeir hafa ekki alveg verið nógu sáttir við hreinsunina utan svæðisins, þannig að við ætlum að setja þær kröfur inn. Ég held ég sé ekki að gleyma neinu sem að varðandi kröfurnar sko, en við erum að stilla þetta saman. Ég held að ég sé búin að svara öllu. Takk fyrir. Ég þakka Jónu Sigríði Guðmundsdóttur fyrir þetta. Trausti Hjaltason. Forseti bæjarfulltrúar. Þakka bæjarfulltrúi Jónu Sigríði fyrir skýr og greinagóð svör. Fín umræða og kannski bara að fá að leggja hér orð í belg í kjölfarið að svona bara mína persónulegu skoðun að mér þykir það ekki vera góð hugmynd að búa til bílastæði á knattspyrnuvelli, en sjálfsagt eru menn með einhverjar lausnir á því. Kannski þá bara það var bara ein spurning sem að vaknaði við þessa yfirferð. Hún talaði bæjarfulltrúi Jóna Sigríður talaði það hafi verið margar hindranir á leiðinni og það væri bara kannski áhugavert að fá að vita hvaða hindranir það hafi verið helstu hindranir sem hafi tafið málið, vegna þess að það eru vonbrigði að það skuli ekki hafa komið lengra á veg og vera komin niðurstaða. Það var auðvitað búið að vekja þarna upp vonir að meðal íbúa að það stæði til að finna lausn og að þetta tjaldsvæði yrði ekki þarna núna á þjóðhátíðinni, og þar leiðandi skilur maður að íbúar séu ósáttir í dag. En mér langaði bara fyrir hönd bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að leggja hér fram bókun. Hún hljómar svo: Það eru vonbrigði að málið skuli ekki vera komið lengra þrátt fyrir að starfshópur umrætt tjaldsvæði hafi verið skipaður fyrir tæpu ári síðan. Fyrirheit meirihlutans að finna nýtt tjaldsvæði gáfu íbúum væntingar að málið er afgreitt og eru vonbrigði að svo sé ekki enn. Tillögur starfshópsins fyrir framtíðar tjaldsvæði þjóðhátíðar hafa því enn ekki verið staðfestar þrátt fyrir langan aðdraganda og alls óvíst hvernig framtíðarskipulag verður á tjaldsvæðum þjóðhátíðar. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir. Fleiri bæjarfulltrúar taka til máls. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætla bara að leyfa mér að taka undir það. Ég held við deilum því öll að það eru bara vonbrigði að við getum ekki verið með þetta tjaldsvæði annar staðar í ár. Og ég ætla að leyfa mér eiginlega að fara enn lengra. Mér finnst mjög sérstakt að það hafi verið farið út í þetta 2010 að setja tjaldstæði inn í miðja íbúðabyggð. Það er fullt af fólki sem er þarna í kring. Það hefur aldrei verið ánægja með þetta tjaldsvæði þarna og það er mjög sérstakt að aldrei hafi verið sótt leyfi fyrir tjaldstæðina þarna. Og mér finnst bara, ömurlegt að þetta þurfa að vera þarna, vegna þess að ég býr sjálf í þessu hverfi. Það vill enginn hafa 1000 manna tjaldstæði í hverfinu sín, ekki nokkuð maður. Þannig að það er ekki, og þetta var náttúrulega, eins og umræðan var að því það var vitnað til umræðanar hérna í haust, þá var ákveðin bókun og umræður inn í umhverfis- og skipulagsráði, það sem minnst að kosti einn fulltrúi þar inni vildi í rauninni hafa þetta sem grænt svæði, ekki byggja. Og ég vil hafa þá bara tjaldsvæði þarna áfram, en það eru kannski aðrir sem geta svara því af hverju var farið með þarna á sínum tíma. Rökin fyrir því er auðvitað að við vildum koma þessu úr görðunum, af því að þetta var áreiti og það var klárlega rétt sem kom fram hérna áðan að það er betra að hafa fólkið á einum stað, en þá þarf líka að huga vel að því. Þá þarf líka að vera eftirlit innan svæðis og fyrir utan girðingu. Og það eru bara, við höfum bara, því ég hef nú tekið þátt í hluta á þessum samtölum við íbúana og maður hefur bara haft bara rosalega gott af því að heyra þessar athugasemdir. Og þessir íbúar reyndu einhverjir að fara í lögfræðingu allt 2010 þetta var gert. Og það hefur einhvern veginn samt sem áður var þetta svona bara látið
ganga þangað til auðvitað verður sprengja í fyrra. Þar sem að veðrið var ekki með okkur í liði þarna á sunnudaginn. En það sem er náttúrulega stóra málið í þessu, af hverju erum við að ræða þetta hér, af því þetta tjaldstæði er náttúrulega ekki á forræði Vestmannaeyjabæjar, það er á forræði rekstraraðila. En það er byggt á samningi sem Vestmannaeyjabær gerir, og eins og kom fram í máli Jónu Siggu, var fyrsti samningurinn gerður í rauninni 2011 og þá er talað að annarkvort sé tjaldað í Friðarhöfn eða á Ásamri í þeim samningi. Það var valið að vera í Ásamrinum, en þegar er gerður samningur 2014 við nýjan rekstraraðila, þá er bara, með leyfi forseta, í öðrum lið, þá er markmið með samstarfinu. Það er markmið. Með samstarfinu tekur viðkomandi að sér umsjón með rekstur og tjaldsvæðin Vestmannaeyjabæjar í Herjólfsdal, við Ásamar og við Þórsheimili. Hér í þessum samningi er Vestmannaeyjabæjar búin að skilgreina Ásamar sem tjaldstæði, þrátt fyrir það engin leyfi lægi fyrir. Þannig að þetta hefur verið svona eiginlega bara ekki alveg nógu gott í gegnum tíðina vegna þess að það er ekki starfsleyfi, þetta er byggingasvæði og við hefum nú kannski getað vanda okkur svolítið betur með þetta. En ég er glöð að heyra það að menn eru sammála því að við förum ekki með þessa tjöldun og Þórsvöllin, af því ég tek undir það með bæjarfulltrúum sem að tala hérna á undan, og það eru sveitarfélög sem hafa gert þetta og lent í þessu og það er bara ekki hægt að bjóða upp á það, fyrir utan það að ég er ekki viss að við fengjum keppnisleyfi þar sem eftir sumars á Þórsvöllin ef við færum með tjaldstæði þar inn, þar sem er ekkert að koma í veg fyrir að fólk fari inn með gler og annað. En þessar auknu kröfur eru að sjálfsögðu að mæta óskum íbúa að þurfa að láta þetta yfir sig ganga 1 árið viðbútt. Og ég er bara glöð að heyra það er samstæða hér í því að fara með þetta í burtu og við skulum bara vona það að sú lausn komi fram fyrr en seinna og verði bara í góðu sátt og samlyndi, af því svona mál á ekki að vera pólitískt mál. Þetta á bara mál sem við reynum að finna bestu lausn fyrir alla og auðvitað með íbúana í forgrunni. Takk að Íris Róbersdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls? Það er Jónas Sigurðsson. Ég ætlaði bara að svara. Hversu vel? Hjalti Traustason bæjarfulltrúar spyr hvað hefur tafið málið, Trausti Hjaltason. Hvað sagði þið? Hjalti Traustason. Fyrirgeðu þetta. En það sem hefur aðalega tafið málið er að það vill enginn hafa þetta. Þannig að við höfum alltaf komið bara að loka dyrum. Og það hefur farið tími í það. Það er eitthvað rosalega flott niðurstaða sem við erum búin að sjá og höfum pínu fengið svona, aðeins ylja okkur undir en svo bara hefur það verið lokað á okkur. Þannig að það er náttúrulega aðal vandamálið. Bara vonandi, allavega er viljinn hjá formanni golfklúbbsins bara að gera þetta saman eins og vel og við getum og bara vinna þetta bara saman allir með hagsmunaaðilum og öllum. Varðandi bílastæðin á Þórsvöllum þá náttúrulega er þetta ekkert sem hefur verið rætt, þetta eru bara hugleiðingar sem IBF hefur borðið upp af því þau eru vandræðar með bílastæði. En þau vilja náttúrulega helst halda bílastæðina sem þau eru núna með, en þetta er til viðbótar, en það er eitthvað sem er ekki einu sinni farið að ræða. Takk að Jónu Sigurðsson Guðmundsdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls í þessu lið? Það er Njáll Ragnarsson, hann ætlar að taka til máls. Svel. Já, forseti. Ég held ég get ekki sleppt því að koma þetta upp vegna þess að mér finnst þetta er allt hið leiðinlegasta mál. Ég hefði ekki trúað því að eitthvað sem tengist þjóðhátíð væri flokkað sem leiðinlegt mál. En þetta er eitt af málefnum sem að varða þjóðhátíð sem er bara, mér finnst bara leiðinlegt mál. Og í mínum huga er það alveg skýrt og ég held að ég heyri það nú hérna á öllum bæjarfulltrúum að við séum algjörlega sammála að það er verst er að hafa þetta mikið lengur inn í Ásamri og í rauninni stóð ég og var það mínar væntingar voru til þess að þetta þyrfti aldrei að vera þar aftur. Það er bara svoleiðis.
En því miður að þá ekki auðugan garð að gresja í hvað varðar svæði þar sem að við getum komið þessu fyrir. Hópurinn sem að skilaði þessum 2 tillögum, hann mælti með öðru svæðinu og ráðið í rauninni einróma í þeirri ákvörðun sem að þarna var tekin, það að segja að fara með þetta í 1 ár í viðbót inn í ásamar, og ég held að sé mjög mikilvægt að við höldum því þó til haga hér að væntingarnar eða sem sagt í rauninni verður þá allt gert til þess að þetta sé síðasta árið, og ég bara vil leggja það fyrir bæði þennan hóp og umhverfis- og skipulagsráð að vinna í því að finna þarna framtíðar svæði, og það er mjög jákvætt að það sé verið að vinna í samvinnu við golfklúbbinn, og ég vona, og það er mín trú að þær viðræður skili árangri, og Jóna Sigríður og þessi hópur og ráðið hefur náttúrulega staðið sér bara mjög vel í því að leiða þessa vinnu. Það miður að þetta verði þarna, en ég vona að við getum lofað því öllum hlutaðeigandi aðilum að þetta sé síðasta skipti sem að þetta tjaldsvæði verður þarna inn í Ásan. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þetta? Svo ekki. Þá tökum við þennan lið til atkvæðagreiðslu. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykki gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þá er það liður nr. 2, það er deiliskipulag á athafnasvæði AT1 með Gæðisbraut. Tekið fyrir tillaga deiliskipulag á athafnasvæði AT1. Deiliskipulagssvæðið afmarkast að Heiðavegi til austurs, Norðursundi og aðliggjandi deiliskipulagsmörkum til norðurs, flötum og lóðamörkum Heiðavega 14 og Faxastígs 36 til vesturs og Faxastígs til suðurs. Tillagan er unnin af skipulagshönnuðum Alta ehf. Niðurstaða skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og vísar þessu til afgreiðslu bæjarstjórnar. Vilja bæjarfulltrúar ræða þessa tillögu? Svo ekki. Þá tökum við hana til atkvæðagreiðslu. Þeir bæjarfulltrúar sem er samþykki gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Næst eru við með liði 3-13. Þeir liggja til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem er því samþykki gefa atkvæðamerki. 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þá erum við komin í almenn erindi. Það er erindi nr. 6. Það er afmælis- og goslokahátíð helgina 4.–7. júlí. Ég ætla að fá að segja nokkur orð um það með leyfi varaforseta, nýta með það að ég sé hér með fundarstjórnina og bara þykir það bara virkilega skemmtilegt að fá að ræða þetta aðeins, þessa goslokahátíð afmælis. Ekki síst vegna þess að þegar ég var að fara í vinnu snemma á sunnudagsmorguninn þá voru bæjarstarfsmenn að þrífa og meðal annars forstöðumaður áhaldahússins sem var þar að sópa göturnar. Og það er virkilega vel gert og virðingavert og við getum verið afar stolt af því, en það sjálfsög hafa komið fleiri starfsmenn að þessari hátíð eðlilega og ég tók þátt í allmörgum viðburðum þarna. Fyrir mitt leyti var kannski bara heldur stutt á milli þar að segja, það hefði mátt vera örlítið meira. Þannig að þetta var svolítið á handahlaupum til þess að komast yfir þetta allt saman, mikil tónlistarveisla. En ég ætla að lesa hér upp bókun. Óhætt er að segja að 100 ára kaupstaðarafmæli og goslakahátíð dagana 4.–7. júlí síðastliðinn hafi tekist með eindæmum vel. Vegna 100 ára kaupstaðarafmælisins var hátíðin í ár sérstaklega fjölbreytt og viðamikil. Viðburðir helgarinnar voru vel sóttir af eyjamönnum og öðrum gestum. Talið er að rúmlega 5.000 gestir hafi heimsótt Vestmannaeyjar yfir helgina. Afmælishátíð og goslokasetning á Skannsvæðinu var hátíðleg þar sem saman voru komnir ungir sem aldnir til að fagna þessum merka áfanga í einni fallegustu náttúruperlu eyjanna. Tónleikar á föstudagskvöldi voru stórfenglegir og sérstaklega vel sóttir. Nánast fullt var að báða tónleika og áætla má að 2300 manns hafi mætt. Bæjarlífið var í blóma á laugardaginn og grill og götustemming á Bárustíg tókst afskaplega vel. Sjaldan hafa eins margir verið samankomnir í miðbænum eins og þennan dag. Sing-along í Skvísusundi tókst sérstaklega vel og höfðu margir á orði að hversu frábært það væri að endurvekja þessa hefð
fyrri goslokahátíða með opnum króm og lifandi tónlist. Fjörið hélt svo áfram á Skipasandi, stemmingin góð og dansaðar framundi morgun. Göngumessan var vel sótt á sunnudeginum og þá voru hinnar fjölbreyttu listasýningar og viðburðir líka vel sóttir alla helgina. Bæjarstjórn vill koma á framfæri þakklæti til allra þeirra sem stóðu að undirbúningi og skipulagningu þessara frábæru helgar. Heilmikil vinna liggur að baki svona hátíð og dagarnir fyrir hana langir og eilsamir. Það því fagnaðarefni að vel hafi tekist til og öllum þeim sem komi að undirbúningnum og skipulagningunni til mikilla sóma. Ég gerir ráð fyrir að við getum samanest þetta öll samur. En orðið er laust undir þessu leiði bæjarfulltrúar vilja tjá sig. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti, bæjarfulltrúi gestir. Já, við getum sannarlega tekið undir þessa bókun. Ég tek undir það að dagskrán var gríðarlega vönduð og mikið af skemmtilegum og fjölbreyttum viðburðum. Og það var náttúrulega einstaklega ánægilegt að lesa það í landsfjölmiðlum að hversu einstaklega kurteisir og löghlýðnir Vestmannaeyingar og þeirra gestir voru þessa helgi. En ég harma það sjálf, var ég fjarverandi, ég rétt náði að líta inn á nokkra viðburði á fimmtudeginum, en mun klárlega, en vini mínir sáu til þess að ég misti ekki af tónleikunum, ég fekk alveg nánast beint streym af þeim og þeir voru glæsilegir. Þannig að já, ég bara tek undir þetta og þakka öllum þeim sem komu að þessu og bara óska enn og aftur Vestmannaeyingum til hamingju með 100 ára afmæli. Takk. Þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttir fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls? Við náðum ekki 9 áðan, ég gleymdi að segja Trausta það haldist í bókhald. Þannig að það voru viss vonbrigði. En orðið er laust undir þessu leið. Það er ekki fleiri bæjarfulltrúar, þannig að þá nú að styttast í mögulega í annan endan. En það er vinsælt mál sem tekur við. Við ljúkum þá þessari afmælis- og goslokahátíð 7. lið og tökum til umræðu 7. lið sem umræða samgöngumál. Það er Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Við tökum samgöngumál hér upp á hverjum einasta fundi og það er bara mikilvægt. Við þurfum að ræða þessi mál, en það skiptaði okkur gríðarlega miklu máli. Og ég kveð mér hljóðs til þess að tæpa á nokkrum punktum. Í fyrsta lagi þá er það varðandi það upplýsa það að Björgun, Vegagerðin er búin að semja Björgun auka dýpkun núna í júlí til þess að klára í rauninni að hreinsa höfnina. Það mátti gera það betur heldur maður gert eftir veturinn til þess bara að undirbyggja það sem kemur í haust. Þannig að það verður að vera teknir nokkru dagar núna í júlí það sem verður dýpkað, sem er bara vel, af því það mátti gera betur. Og svo náttúrulega erum við með varðandi nýja Herjólf sem við viljum náttúrulega sjálfsögðu að fara að sigla. Og það hefur bara mikil vinna verið í kringum Ekibrúna hér í Eyjum sem tók miklu lengri tíma en gert var ráð fyrir. Og það eru upplýsingar sem fóru á miðlana í dag frá framkvæmdastjóranum planið það hvernig þessu er háttað og hann ásamt skipstjórum og velstjórum hafa fylgt þessum málum vel eftir og eru á einu máli að vera að tryggja allir snertifletir við rekstur ferðina séu klárir. Við erum í gríðarlegum álagsmánuði. Það er bara til dæmis í dag þá er fullt í nokkra ferðir fyrir fólk til Vestmannaeyja. Þannig það er venjulegu 50 dagur og það er ekkert mót og ekkert partí hjá okkur en það er samt fullt. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt að allt gangi snurðulaust fyrir sig og menn þurfa aðeins að fá að pröfa að leggja við Ekibrúna, taka inn og út bíla og gáma og svona áður en menn bara skipta hreinlega Þannig það er búið að gefa út svona ákveðið plan og það er að fæðast mynda á þetta og áætlanir ganga út af það að sigla á þriðjudag og miðvikudag í næstu viku með farartæki og bifreiðar í takt við mismunandi sjávarstöðu. Þetta snýst sjávarstöðuna, menn vilja prófa ferjuna í mismunandi sjávarstöðu. Og það er verið að skipuleggja svo stífar siglingar þessi tilteknu daga og það er náttúrulega tvímenna áhafnir og annað því það verið að nota þetta líka svolítið á milli. Þannig að þetta er smá púsluspil en svo er náttúrulega stefnan að hann fari bara fulla drift í næstu viku
Þannig að við vonum bara að þetta gangi allt vel og skil mjög vel að framkvæmdastjórinn vilji hafa vaðið fyrir neðan sig gagnvart því að við, ef að það er eitthvað sem þarf að laga, að vera ekki komin á stað og lenda bara í vandræði með uppbókarskip og eitthvað svoleiðis. En það er allir rosalega bjartsýnir og við hlökkum rosalega til að fara í gegnum að fá að fara í fyrstu ferðina og þeir eru búin að hafa samband við okkur sveitarstjórinn í Rangárþingi. Hann Anton Kári, hann langar rosalega mikið að taka á móti skipin í fyrstu ferð og ég er alltaf að segja að við komum í næstu viku. Þannig ég vona að ég geti sagt honum að við komum í næstu viku. Þannig þeim langar að taka á móti okkur og hlakka til að fá nýtt skip. Þeir eru að taka á móti 9 skip í fyrsta skiptið og við höfum verið að gera það núna í 4. sinn. Þannig að þeir eru rosa spenntir að fá að taka á móti okkur og við vonum að þetta gangi bara allt mjög vel. Svo kom náttúrulega tilkynning frá Vegagerðinni í dag varðandi framkvæmdir í Landeyjahöfn og breytingarnar sem við erum að gera og það sem er verið að hægja svolítið á snýr að eftir samtal við skipstjórana og þetta er allt gert og ég bara bakka þau upp að því ég tel að skipstjórarnir og þeir sem stýra þessu og þeir sem þurfa að fara þarna inn að þeir að hlusta á þá þegar verið er að framkvæma í Landeyjahöfn og þetta er í góðu samkomulagi við Vegagerðina, það er ekkert verið að hætta við neitt. Það er verið að hægja á hluta framkvæmdinni sem betur fyrir sá hluti sem lá mjög mikið á sem eru vegirnir út á garðana. Því er lokið sem er öryggisatriði. Þeirri framkvæmd er lokið sem er mjög stór hluti af framkvæmdinni sem er í gangi. En svo er auðvitað verið að gera breytingar líka á innri höfninni og hafa komið ábendingar það að það þurfi að gera meira í því. Komið ábendingar frá skipstjóranum varðandi breytingar á eystri garðinum og Vegagerðin er að skoða það og við tekjum mjög jákvætt í að gera þar breytingar því þeir vilja meina það þurfi aðeins að gera meiri breytingar þar og menn ætla þá að nota tíman í það meðan þeir skipta eða hægja á hinu. En vegamálastjóri fullvissar mig það að það er ekki verið að taka neinar ákvarðanir annað en að fara að þessum tilmælum og þessu samtali og annað að það sé þannig að allt fjármagn og allt sem fylgir verkefninu, það er ekkert verið að fara neitt í grafgötu með það. Það er bara eyrnamerkt verkefninu sjálfu, hvort sem það er unnið á þessu ári eða næsta. Þannig að það er enga breytinga þar á. Þakka Írísi Róbersdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls? Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, samgöngumál, ánægjulegt að sjá að það sé komið dagsetning á hvernig nýja ferjan hefur siglingar og margir búin að bíða spenntir eftir því, líklega flestir í Vestmannaeyjum. Langar aðeins að ræða hér þessa fréttatilkynningu sem kom frá Vegagerðinni í dag og síðan viðtöl sem maður hefur verið að lesa við forsvarsmenn Vegagerðinnar í fjölmiðlum. Það sem mig langar kannski að spyrja bæjarstjóra í framhaldi af ágætis yfirferð hér þessi mál. Það eru þessar áætlanir dýpkun við höfnina í haust og í vetur að það verði hvernig ætla Vegagerðin að tryggja að það verði nægt dýpi við höfnina í vetur. Nú stóð til að klára þessar framkvæmdir í Landeyjahöfn og átti það að vera hluti af því átti að vera til þess að það yrði auðveldara að tryggja að það yrði nægt dýpi við höfnina yfir vetrarmánuðina og þess vegna finnst manni að það þurfi þá að liggja fyrir frá Vegagerðinni hvað þeir ætla að gera til þess að tryggja að það verði nægt dýpi þarna áfram. Og sömuleiðis fer maður auðvitað að verða svolítið óþreyjufullur að fá svör við því hvernig á að standa að þessari dýpkun í haust og vetur, þessari svokölluðu bæði viðhaldsdýpkun og bara almenni dýpkun þegar lægðirnar fara að koma og þegar það myndast gluggar til þess að dýpka. Eins og staðan núna þá líka ekkert fyrir neinir samningar það í vetur neina dýpkun. Það er eins og ánægjulegt að heyra að það sé búin að ná samningar að fara hér í dýpkun núna á næstu vikum. Það er gott og blessað, en hvað með framhaldið? Og þegar maður les svona fréttatilkynningu þá vakna þessar spurningar og maður hefði viljað fá svör við því áður en svona fréttatilkynning færi
í loftið. Ef að bæjarstjóri er með þau svör þá væri fínt að fá þau og þá kannski getur maður verið aðeins rólegri. Og eins núna þegar nýja ferðin að fara að sigla og tíminn fljótur að líða þá legg ég áherslu á hér sem fyrir mikill áhugamaður um kojur í Herjólfi, hvernig það mál er statt með þessar auka kojur sem á að koma upp í skipinu, hvort að það sé komið í einhvern farveg. Síðast þegar ég vissi þá var það stóð til að setja það mál í einhvern farveg en var ekki komið í farveg, en vonandi er það komið í einhvern farveg vegna þess að tíminn er fljótur að líða. Þannig að ef að bæjarstjóri hefur einhver upplýsingar um það, væri gott að fá þær upplýsingar. Og kannski bara svona varðandi vinnubrögð og annað, þá hefði mér þótt voðalega gott ef að bæjarfulltrúar hefðu getað átt samtalið við Vegagerðina áður en þessi fréttatilkynningin fór í lofti. Þetta eru svolítið vonbrigði að það skulle vera að fresta þessum framkvæmdum og maður hefur auðvitað áhyggjur af fjármagninu, en það er gott að heyra að bæjarstjóri upplýsi hér að fjármagnið sé tryggt á milli ára og það er þá ánægjulegt og vonandi stenst það vegna þess að þetta eru miklu fjármunir og það hefur ekki verið auðsótt að fá fjármuni frá ríkinu í þessi verkefni. Takk að Trausta Hjaltasyni fyrir. Íris Róbusdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Það kom fram í tilkynningunum frá Vegagerðinni að það væri ekki seinkun á því hvenær menn ætla að taka búnaðinn í notkun. Það er ekki fyrr en haust 2020 sem er áætlað. Þannig veturinn í vetur, og það var það sem við mótmæltum. Trausti Hjaltason bæjarfulltrúi var í bæjarráði með okkur og við mótmæltum því að við héldum að þessi búnaður kæmi í gagni fyrir þennan vetur. En það var aldrei á planinu, sko. Þannig að tímasetningin er svo sama og hvenær að taka hann í notkun búnaðinn, sko, þó þeir séu að breyta vinnulaginu, eru upplýsingarnar sem koma fram í fréttatilkynningunni og í mínum samræðum við vegamálastjóra. Ég hef náttúrulega bara orð vegamálastjóra fyrir því hvernig þetta er varðandi dýpkunina, en vegamálastjóra er að fara í frí núna, en mun leggja til að vera fundur strax eftir þjóðhátíðina og komið tilbaka og þá að liggja fyrir plan hvernig menn ætla að huga dýpkuninni og það er strax í byrjun ágúst og ég er búin að vera að ýta á það og við tökum þetta reglulega upp og höfum nú borið gæfu til að vera mjög samstíga í því í bæjarráði og ég vona að vera svo áfram að við viljum út með þessi tímabil og þetta er til dæmis hluti af því við höfum ekki fengið sumardýpkun en við erum búin að mótmæla því mjög hvernig okkur fannst viðskilnaðurinn á höfninni ekki nógu góður, ekki eins og myndirnar sem við getum borið saman við frá Jandi 0 og þeir fóru þá í það að fá Björgun aftur inn sem er eina skipið sem er í boði í augnablikinu en þeir geta hreinsað betur þarna og þeir fara í það en haustdýpkunin að því þú talar hvernig eigi að halda höfninu opinni það er það sem ég er búin óska eftir að fá planum og fæ á að kynna fyrir mér og fá upplýsingar fyrstu vikunni í ágúst hvernig menn ætla að standa því að því við höfum staðið föst á því að eyða þessum dýpkunartímabilum. Þau bjóða okkur ekki upp á nýtt skip sem við eigum svo ekki geta notað. Þannig að ég býð bara eftir því varðandi kojurnar, þá var vegamálastjóri með það verkefni, ég viðurkenni það, ég hef ekki spurt hana nýlega en ég skal bara gera það og við getum bara tekið það þá inn í bæjarráð í framhaldinu. Ég fæ svör við því, hún reyndar eins og ég segi farin í frí. En það getur vel verið að það sé hægt að gera athugasemd við það að Vegagerðin hafi ekki gefið okkur bæjarfulltrúum tækifæri á að ræða þetta við sig en ég sendi þetta nú á bæjarráðsmenn í gær þessa drauna þessar fréttatilkynninguna eftir að skipstjórarnir voru búin að fara yfir hana og ég ætla bara ekki að vera sérfræðingur í framkvæmdum við Landeyjahöfn ef að skipstjórarnir telja það að það þurfa að hægja á þessum framkvæmdum svo þeir treysti sér til að geta lært á skipið og siglt þarna inn þá ætla ég bara að virða það. Ég ætla ekki, ég er bara leikmaður í þessu. Ég ákveð ekki að sigla þarna inn, ég ákveð ekki framkvæmdirnar, en númer 1, 2 og 3 er okkar hlutverk að þetta sé tryggt, fjármagnið í framkvæmdina sé tryggt. Það er ekki verið að hætta við framkvæmdina, það er aftur á móti verið mál sem við hefum átt að taka upp, en menn var að hætta við eitthvað. En það að Vegagerðin sé að
taka tillit til athugasemdana skipstjórana virði ég bara. Og ég er bara ánægð með að það samtal sé í gangi. Vegna þess að það eru alltaf þeir. Það eru alltaf skipstjórarnir og Herjólfi sem taka ákvarðanir það að sigla inn í höfnina. Og ég held bara að við eigum að vera ánægð með það að þetta samtal er í gangi milli Vegagerðarinnar og skipstjórana og það er okkur mikils virði. Þannig að ég er búin að svara því sem að bæjarfulltrúinn bað. Ég þakka Írisi Róbersdóttur fyrir þetta. Það hefur verið óskað eftir stuttu fundarhlé til þess að fara yfir málin. Þetta er annars að styttast í annan endan á þessum fundi og ég ætla að verða við því að taka fundarhlé. Hörru, þá bara höldum við áfram eftir stutt fundarhlé. Við erum ennþá undir umræðu samgöngumál. Það er liður nr. 7 í fundarboði bæjarstjórnar. Bæjarfulltrúi sem vill taka til máls undir þessu lið. Helga Kristín Kolbeins, gjörðu svo vel. Ég þakka bæjarstjóra upplýsingarnar. Það er aldrei og oft rætt samgöngumál við eyjarnar og við ætlum að bæjarstjórnin leggja sér fram sameiginlega bókun. Við rættum hana í fundarhléinu og hún hljóðar svo: Bæjarstjórn Vestmannaeyja leggur enn og aftur áherslu á að það liggi fyrir hvernig staðið verði að viðhaldsdýpkun í Landeyjahöfn næsta haust og vetur. Afar mikilvægt er að tryggja að það sé nægt dýpi við Landeyjahöfn allt árið til þess að hámarka nýtingu á nýrri Vestmannaeyjaferju í siglingum til Landeyjahafnar og til að höfnin geti orðið svo heilsárshöfn sem henni er ætlað að verða.
Þakka Helgu Kristínu Kolbeins fyrir þetta. Ég gerir ráð fyrir að umræðan sé tæmd undir þessum lið. Við erum því að ljúka þessum bæjarstjórnarfundi. Þetta síðasti fundur bæjarstjórnar fyrir sumarleyfi. Næsti fundur bæjarstjórnar 29. ágúst næstkomandi og þá ekki fleira gert og fundi slitið 2020.